kynnum glæsilega nýja samlokusíma frá Samsung, Galaxy Z Flip 7 og Galaxy Z Fold 7. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Vestan úr heimi heyrðist skot, þá hrökk þessi álfa við, hvert uppnám hér varð og óða þot allt okkar hirðbúna lið. Þannig hljóma hendingar úr ljóði Henriks Ibsen víg Abrahams Lincoln í þýðingu Einars Benediktssonar. Það eru 160 ár liðin frá því að það voðaverk var framið í Ford-leikhúsinu í Washington. Nú berast enn á ný fréttir af mannavígum í Bandaríkjunum. Charlie Kirk, hinn áhrifamikli ungi hægrimaður, var veginn af launmorðingja á miðvikudaginn síðasta fyrir framan 3000 manns í háskólanum í Utah. Hann var í hvítum ból sem ástóð letrað Freedom eða frelsi. Það er kalt henni örlagana að þessi bólur var ataður blóði þessa unga manns örskömmu eftir hann hóf samtal við þetta fólk. Hann talaði mitt fyrir því að við ættum í lýðræðisríki að eiga í samtali fólk með ólíkar skoðanir og ólíkar áherslur, ólíkar sýn á lífið og tilveruna. Það er það sem við gerum hér á vettvangi spursmála, köllum til ólík sjónarmið og fólk sem horfir á hlutina ólíkum litum. Það er mjög mikilvægt í lýðræðis samfélagi, enda berjumst við á þeim vettvangi með orðum en ekki vopnum. Ég ætla að fjalla þetta voðaverk og afleiðingar þess á eftir í samtali við Lilju Alfreðsdóttur og Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur. Myndin er að skýrast, þeir hafa nú mann í haldi sem að talið að sé morðinginn og vonandi mun það varpa skýrara ljós á því hvað hún gekk til með þessum ömurlegu aðförum. En við ætlum líka að ræða íslensk málefni. Fjárlög voru birt í upphafi vikunnar, 15 milljarða halli á næsta ári, segir fjármálaráðherra, í 1600 milljarða frumvarpi. Það verið gaman ef að menn hefur sýnt hann metnað að finna þessa 15 milljarða og skila frumvarpinu bara á 0 punkti að minnstakosti. Ég ætla að ræða hér við forsvarsmenn samtaka skattgreiðenda nýtt verkefni sem að þeir hafa hleypt á stokkunum. Þar munu sennilega finnast nýjar og áður óþekktar leiðir til þess að skera niður í hinu gríðarlega stóra ríki. En fjárlögin þau taka á sig ýmsar og óvæntar myndir. Kollegi minn Andrea Sigurðardóttir, hún fjallar það hér á síðu 2 í Mogganum í morgun. Nokkur ára skeið hefur verið stunduð svokölluð kynjuð hagstjórn. Það eru starfsmenn í fjármálaráðuneytinu sem hafa það atvinnu að finna út leiðir til þess að beina ríkisfjármálunum og ríkisrekstrinum á þann veg að það auki á jafnrétti kynjanna. Og við ákveðum að drepa hér niður í 2 textum úr frumvarpinu ykkur til upplýsingar. Annars vegar ofanflóðavarnir og hins vegar samgöngubætur. Þar segir, ofanflóðavarnir draga úr líkum á rýmingu og röskun á daglegu lífi. Slíkar aðstæður auka umönnunarbyrði sem leggst þyngra á konur. Auki fjármagn til ofanflóðavarna getur þannig stuðlað að jafnrétti með því að fyrirbyggja þörf fyrir rýmingar. Og svo segir, viðhald á vegum og þjónusta, svo sem lagning bundin slitlags á malarvegum getur haft ólíka áhrif á kynin. Karlar eru líklegri til að vera ökumenn í dreifbíli og einnig líklegri til að deyja eða slasast alveglega í umferðinni. Aftur á móti upplifa konur sig almennt óöruggar í umferðinni og setja það frekar fyrir sig en karlar að aka á vegum sem þeim finnast hættulegir. Mikilvægt er að hafa slík kynja og jafnrétti sjónarmið í huga við frekari forgangsröðun og hönnun samgönguverkefna. Þetta er alveg ótrúleg della sannasagna og alveg ótrúlegt að menn skuli eyða peningum og tíma í að semja svona texta sem að ekkert gildi hefur, alveg augljóslega. En alvarlegur er þó að starfsmenn fjármálaráðuneytisins hafa greinilega ekki verið að fylgjast með fjölmiðlum síðustu misserin. Því að samkvæmt því sem framkemur opinberlega þá eru kynin miklu fleiri en 2. Ekki bara karlar og konur eins og þarna er haldið fram. Hvers á hán að gjalda þegar verið að meta hvar eigi að leggja bundið slitlag og hvar ekki. Þetta er mál sem verður áhugavert að ræða við forsvarsmenn fjármálaráðuneytisins þegar ef þeir koma hér í útsendingu til okkar einn daginn. Við ætlum líka að ræða þessi alvarlegu mál sem tengjast Rússum og hvernig þeir vaða sífellt harðar uppi gegn Úkraínu og núna síðast gegn Pólverjum frændum okkar sem lentu í því á þriðjudaginn að 19 sjálfseyðingar árásadrónum var flogið inn fyrir lofthelgi landsins og grípa þurfti til varna og skjóta niður þennan árásabúnað. Við vitum ekki hvað þetta í raun þýðir af hálfu Rússa þó að þeir reyna að afsaka þetta með ýmsum og ótrúlegum hætti. En við vitum þó að Pólverjar hafa virkað 4. grein Atlantshafssáttmálans sem varðar aukið samráð og viðbúnað bandalagsríkjanna vegna yfirvofandi hættu.
Þessi grein stendur við hlið 5. greinar Atlantshafssáttmálans sem varðar þá spurningu þegar árás á eitt ríki gerð og hvort að það sé þá árás á öll ríkin sem að bandalaginu standa. Sú grein var síðast virkjuð 2001 þegar Bandaríkjamenn urðu fyrir fólskulegri hryðjuverkaárás í New York og Washington. Við ætlum að ræða þetta mál við Þórdísi Kolbrúnu R. Gylfadóttur og Lilju Alfreðsdóttur. Það ætlum að ræða hér fréttir vikunar við mig og meðal annars víð á Charlie Kirk. Og síðan þegar að því loknum þá koma hingað tveir góði gestir frá samtökum skattgreiðenda og ætla að ræða nýtt mælaborð sem að sýnir í hvað peningar okkar skattborgarana fara í rekstri ríkisins. Í lok þáttar það svo Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, Binni í vinnslustöðinni sem við köllum svo. Hann ætlar að ræða stöðuna á því fyrirtæki sem var að segja 50 starfsmönnum í fiskvinnslu. Þeir segja að fari sínu ekki sléttar vegna álagningar veiðigjaldana sem ákveðin voru nú á vorþingi. Fylgistu með þessu, en áður en því kemur, þá það Ásthildur Hannesdóttir kollegi minn sem ætlar að fara yfir pólitíkina og samfélagsmiðlana á sinn einstaka hátt. Þessi vika, holy hell, hún var allur tilfinningaskalinn. Eftirvænting, titringur, stemning, kvíði, tillökun, gleði, spenna, ótti og bara allt. Ekki að tengja. Það einhver undarleg orka í gangi. Allt eitthvað svo rafmagnað og spennandi. Alveg blússandi raf og kynorka út í kosmosinu. Á þriðjudaginn var 157. löggefandi Alþingi sett við hátíðlega athöfn. Woohoo! Litla veislan sem framundan hjá íslensku þjóðinni. Á þingsetninguna mættu náttúrulega prúðbúnir og sætir þingmenn til þess eins að fóðra egóin sín með því að klæðast bestu spjörum sínum og auðvitað til að hlýða á skammaræðu Höllu Tom, þjóðarmömmu okkar. Og sumir eru náttúrulega bara meira tilbúnir í haustverkin en aðrir. Sumir líta á þjóðarhagsmuni sem einhvers konar ástíðabundna vöru í bíkó. Já, það bara misjafnt hvernig fólk hugsar. Þetta náttúrulega bara eintóm tippakeppni eins og við þekkjum. En Kay Frost var auðvitað mættust og sko langt tilbúnast af öllum í að tækla haustverkin. Það fer ekkert á milli mála þegar skrollað yfir samfélagsmiðlana hennar. Hún fædd tilbúin í tiltekt og annars konar ræstingar, no bullshit hamhleypa hún Kristrún. Á eftir henni komu svo hinar tvær valkjörurnar, Inga og Togga Gunn. Þær eru búnar að dusta ryki úr lófunum og farnar að setja sig í stellingar. Let's get ready to rumble, girls! Kosmíska kynorkan fer sko ekki í manngreiningarálit, nei. Heldur hefur hún tekið sér bólfestu innan þingflokks viðreynslunar, má segja það? Eða það viðreisnar, þið ráðið. Bittu nú við, what? Eru það leiðast? Nei, bittu, sítaði, graði. Þarna gefur að líta okkar eigins Coldplay tónleika neyksli. Ég ekki frá því að það þurfa að fara að virkja Echo viðbragðsáætlunina núna til þess að stuðla að aðeins betra vinnuumhverfi þarna fyrir öll. Oppa skvísaði svo lítið yfir sig í vikunni eins og sjá má, svo flott. Kemur augljóslega vel undan sumri og klári í slaginn sem framundan Hún sko ekkert að grínast þessi dugnaðar gaffall. Á dögunum hvatti Diljá Mist lofbróður sinn og gleðigjafan hann Garp í hinsta sinn með hjartnæmri færslu á Instagram. Sjáðu þennan sæta hnoðra sem nú reyndar farin í sumarlandið. Við sendum Diljá þjættingsfast samúð og knús en hún reif sig upp og snurfusaði sig svolítið til og heldur betur kom sá og sigraði í tískusýningakeppninni sem framfór þarna við þingsetningu. Eru það kidda í mér hvað hún geggjuð í þessari múnderingu? Tískudrollan í skrilljón ára gömlu dressa mömmu sinni. Þetta náttúrulega bara alvöru fashion icon sko. Simmi Dabbi svissaði út monsternum og sturtaði í sig sigurskertu kóki í bauk í vikunni sem hann var svo eitthvað að bölsótast út í. Stórforeldri, piff, það nú eitthvað ofan á brauð? Hann alveg allur að vakna til lífsins sko. Já. Hann lét líka ríja á sér lubban og skeggíungin og lítur nú út bara eins og nýútsprungin rós. Sjá sessi, sjáðu systkinin, stolt foreldra sinna og stórforeldra. Hvað það samt? Eru það svona foreldra sem að sprengja BMI-stuðulinn eða? Ég veit það ekki, fuck it. COVID, kvíðir og Ása Berglind voru sællega að sjá þegar forsætisráðherra flutti setningaræðu sína í fyrradag. Greinilega boðaðu mikið stuð í Suðurkjördæmi á næstu misserum, enda fjörkálfar með eindæmum sko. Það einkennir svolítið samfylkinguna, stuði sko. Stuðboltar. Sá ég vita upp á brydda niður á þing og gekk í hringi hví haustið komið á ný. Dagga Konna var send fyrir Íslands hönd til Edinborgar á dögunum til að reyna að stilla til friðar í deilum Ísraels og Palestínu. Ég meina ef það einhver sem getur leyst alla þessa hnúta sem orðið hafa þarna fyrir botni Miðjarðarhafs, þá það ofurkonan hún.
kannski hún ofurmenni sem að Nietzsche skrifaði þarna forðum daga. Það skildi þá aldrei vera. Elsku Pavel okkar. Í síðustu viku fór Pavel í einhverja lauflétta fjallgöngu utan landsteinana sem valla þykir fréttnæmt í hörðustu gúrkutíð, enda náttúrulega allir og ömmur þeirra alltaf með einhverja fjallamont statusa á samfélagsmiðlum daglega. Já, nema þá auðvitað fyrir þær sakir að Pavel okkar, hann tók ógrynni af sjálfum af sér á fjallstokknum. Og þarna eru svo þau Pavel og Fjallahalla sem elskar náttúrulega íslenska náttúru saman. Og bara, ég legg ekki meira á ykkur. Cuteness overload. Dagur fangaði stórkostlegt sjónarspil út gluggann hjá sér á 2-földum regnboga í vikunni. Ótrúlega fallegt og tákgrænt. Það fjölgar alltaf í hópi himnaperra sem náttúrulega bara mjög ánægjulegt. JP, orkumáladúti, hann verður ánægður með þessa viðbót. Annars var Dagur líka mjög ánægður með sjálfan sig og öllu því sem hann hefur komið í verk á sinni borgarstjóratíð. Enda langbesti borgarstjórinn. Spennan magnast fyrir komandi sveitarstjórnarkosningum og Sanna Magdalena svo sannarlega farin að telja niður dagana. Mesta baráttu konan, ein á stangli í sósíalistaflokknum en gefst ekki upp. Það bara ekki til í hennar orðabók að gefast upp. Heiðvirtasti borgari landsins, Heiða Björg borgarstjóri, önnum kafin við að viðhalda þyngdarstjórnunar átaki borgarinnar. Hún með þarna hjólað í vinnuna og göngum í skólan og allt þetta. Þetta allt mjög skammt undan, öllum til mjög mikilla gleði. En til að bæta gráu ofan á svart Heiða líka farin að skipta sér af því hvað fólk á að láta ofan í sig. Í vikunni kynnti hún fæðuhringinn fyrir nemendum í Dalskóla og nú hvetur hún borgarbúa til að fara að rækta eigið grænmeti í görðum víðsvegar borg. Já. Bryndís Haralds að tækla nýtt hlutverk sitt, ömmuhlutverkið, með meistaralegum tilþrifum. En ef hún ekki að yppa gogg á internetinu eða í þingsal, þá hún bara ömmuleik heima fyrir. Á dögunum skellt hún sér í réttir ásamt ömmuprinsinum og öðrum miskonungsbornum fjölskyldumeðlumum, alla leið í vestur Húnavatnssýslu. Hvað eiginlega margar klukkustundir í sólarhringnum hennar? Maður bara næru sig ekki. Inga Baby hélt áfram að slá í gegn í vikunni sem nú að líða með öllum þessum hækkunum og bónusum og kjarabótum og hvað þetta nú allt heitir fyrir öryrkja því að hún svo góð kona. Alltaf að hugsa litla manninn og það finnst okkur fallegt. Það nóg til að svörtum sálum að núti en þeim hópi tilheyrir hún Inga okkar sko ekki. 16 frumvörp coming up og brjálað að gera hjá okkar konu. Please, nennur að koma loðdýra frumvarpinu í gegn. Þá getur maður bara búið í örkinast nóa í blokkaríbúi Hlíðunum bara sko löglega. Já, elsku Inga mín, það þarf fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Slá í gegn, slá í gegn. Það ekki það sem við ætlum að gera? Jú. Nú fylgir glæsilegur kaupauki með nýjum samlokusímum frá Samsung. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Alrafmagnaður Kia EV3. Bíll ársins 2025. Komdu og reynsluaktu. Askja. Góð hljóðvist gríðarlega mikilvæg þegar kemur að velja á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Við ætlum að ræða hér fréttir vikunnar. Við komumst ekki hjá því að hefja leika á þessu hræðilega máli í Utah í Bandaríkjunum, þar sem launmorðingi vó ungan stjórnmálaforingja, áhrifamann í bandarískum stjórnmálum. Komið sælar, báðu tvær. Þetta gerist á miðvikudaginn, það að berast fréttir af því að þeir séu búin að finna þennan ódæðismann sennilega. Mennum ekki að velta fyrir sér bæði viðbröðunum og eftirleiknum af þessu, hvaða áhrif þetta muni hafa, hvaða augum lítið það? Já, þetta auðvitað gríðarlega alvarlegur atburður sem maður sá strax og svona eitt og sér auðvitað hversu hryllilegt þetta er í beinni útsendingu, það gengur á netinu og birtist á samfélagsmiðlum bara hjá okkur unglingsbörnum sem að opna símann sinn. Þetta var ungu maður rétt yfir 30 með 2 lítil börn og sem voru þarna á staðnum. Og hamrar á því í sínum störfum að við notum orðin og getum tekist á og viðrar umdeildar skoðanir en vill taka samtalið og fer út öll Bandaríkin og talar við ungt fólk þar sínar hugmyndir og á í samtali. En ég fekk svona
svona illt í magan við tilhugsunina sko hvað gerist svo, hvað þýðir þetta inn í þetta ástand sem að í Bandaríkjunum sem auðvitað orðið bara mjög spennuþrungið og ótrúlega mikil skautun í samfélaginu. Það einhvern veginn, það eins og það er orðið algjör undantekning þegar þú horfir bara okkar fólk sem ósammála sem raunverulega getur átt samtal, nánast nokkurn skapaðan hlut. Og hugsaðu hvernig mun forseti Bandaríkjanna bregðast við, mun hann einhvern veginn reyna að sameina og segja, heyrðu, þú veist, nú nóg komið eða hvað. Það voru ekki alveg viðbröðin svona sem að maður sá frá honum fyrst, þannig að auðvitað maður bara hefur maður ágjörð því að ofbeldi getur þessu ofbeldi og þetta bara orðin gríðarlega svona, eins og sé, spennuþrungin og svona alvarleg staða í Bandaríkjunum bara í stjórnmálalífi og þessi ótrúlega heift á milli alls konar hópa í þessu frjálsa fallega landi, sko. Lilja, þú þekkir nú vel til í Bandaríkjunum. Já, þetta er augljóslega árás á málfrelsi og það verður að þagga niður í manninum. Það verður að þagga niður í manninum og við verðum að líta á þetta svolítið sko bara, það sem ég sammála öllu sem Þórdís segir, en það er líka annar vinkill á þessu sem ég hef líka miklar áhyggjur af, það eru skilaboð til ungs fólks. Þarna hann búinn að vera mjög virkur alveg frá því að hann var 18 ára og ég meina þú getur verið ósammála eða sammála honum, en áhrifin sem svona atburður og skelfilegur atburður hefur á stjórnmálin, ekki kannski bara í Bandaríkjunum, heldur mögulega líka í Evrópu, eru svolítið skilaboð. Ekki stíga fram og segja endilega þína skoðun, annars getur haft verra. Það getur kostaði lífið. Það getur kostaði lífið og það sem er líka annað í þessu er að sko Bandaríkin eru, eins og við þekkjum bara 7. áratugurinn, hann var mjög sko grimmur varðandi pólitískt ofbeldi með Kennedy-bræðrunum og Martin Luther King og það voru ofboðslega ólga og það sem er að gerast núna er ekkert ósvipað þeim tíma, þessi mikla skautun og fólk ósammála þá Víetnamstríðið, nú annað bæðum efnahagsstefnu og annað slíkt. Þannig að þetta kemur svona ofan á alla óvissuna í heimshagkerfinu, stríði í Úkraínu, samskiptum í Kína og margt annað. Og það var kannski ekki alveg þetta sem Bandaríkin þurftu á að halda. En maður verður að vonast til þess að Bandaríkin eru auðvitað þekkt fyrir mjög sko, opið og lýðræðislegt samfélag, að þau vinni svo út úr þessu. Og ég ætla að segja það að þegar Trump var sýnt bannatilræði á sínu tíma, þá bjóst ég við meiri viðbrögðum frá hans stuðningsmönnum en urðu. Þannig að ég vonast til þess að þetta verði ekki til þess að einhvern veginn að fylkingarnar verði enn æstari. En þetta eru hins vegar afskaplega vond skilaboð til ungs fólks í Bandaríkjunum varðandi stjórnmálaþátttöku. Við sáum þetta gríðarlega harkaleg viðbrögð eftir þessu kallar George Floyd-mál, þar sem blökkumaður var drepinn köldu blóði af lögreglumanni með hrottafengnum hætti. Það leiddi til óeirða, það voru heilu borgarhlutarnir lagðir í rúst víða Bandaríkin, ofbeldisalda, algjör vandalismi. Við þessi tíðindi, rétt eins og þegar Trump var skotin í eyrað í fyrra, þá hefði maður einhvern veginn haldið að svipað myndi gerast úr þessari áttinni, en eru menn ekki komnir svolítið fyrir horn með það í þessu máli, menn virðast hafa náð að halda lokin á pottinum. Ég vona það, ég meina það versta sem ég hugsaði að gæti eitthvað gerst mjög hratt, þú veist, hefur ekki gerst, bara þegar maður sá fréttirnar og svo leiðum maður sá að, þú veist, hann væri látin, þá hugsaði ég, heyrðu, brotnar eitthvað eða ekki. En sko viðbrögð áhrifafólks í Bandaríkjunum, þú veist, bara innan úr svona stjórnvöldum og svona þar í kring, voru auðvitað alveg sko harkaleg, þannig að ég gat þá aftur alveg búist við því að fólk myndi fylgja og svona svolítið segja, heyrðu, það verið að sko kalla mig til leiks, þú veist, nú þarf ég að bregðast við. Vonandi tekst mönnum einhvern veginn að svona róa umræðu og ná einhverju samstöðum það, þú veist, þetta gengur auðvitað ekki. Ég meina, það eina sem gerist ef við leyfum þess að ef menn bregðast við með sko röngum hætti þá verða tilfellin bara fleiri og sá spírall er hrikalegur og eins og Lilja nefnir, þú veist, við þekkjum. En þetta kemur auðvitað líka inn í
þessa svona spennuþrungna umhverfi í Bandaríkjunum bara með þessa ofboðslegu skautun, ofboðslegu heift á milli hópa og inn í, ég meina það hafi auðvitað alveg, þú veist, menn eins og Timothy Snyder hafa alveg varað við því að það gæti komið upp eitthvað svona moment, eitthvað stund í Bandaríkjunum sem að síðan verði jafnvel sko notuð til þess að réttlæta, þú veist, einhverjar ákvarðanir sem að ekki eru endilega mjög lýðræðislegar eða taka úr sambandi einhverjum svona temprun valds og slíka hluti. Þannig að ég vona að það gerist ekki og ég vona að Bandaríkin sýni sína bestu hliðar en ekki verstu og kannski erum við komin fyrir horn. Ég veit ekki, menn það eru auðvitað bara fréttir að berast bara þessar mínúturnar meintan árásamann og svo hvað honum gekk til, þar að segja þannig að menn fá skýrari mynd af því. Það gerðist auðvitað strax í kjölfar atburðarins að fólk fór að tjá sig, þetta gerist allt í beinni útsendingu, einn af fréttamönnum MSNBC sagði strax, Trump mun nýta sér þetta í einhverju tilgangi, þannig að menn settu þetta strax í pólitískan búning. Annar frægur svona álitsgjafi inn á þeirri stöð hefur verið rekinn vegna ummæla sem þarna voru látin falla sem að voru óviðurkvæmileg en við sjáum þessa umræðu líka hér heima það er málsmitandi fólk sem að svona dregur eiginlega úr alvarleika málsins og maður sér á samskiptamiðlum ég var nú bara síðast í gærkvöldi að fylgjast með samskiptum margra akurnesinga þinna heimamanna þar sem að fólk var jafnvel bara ég leið mér að segja að fagna því að maðurinn hefði verið felldur það er maður á ég ekki til orð til að lýsa þessu hugarfari einfallega vegna þess að þessi maður hafði mögulega rangar skoðanir. Ég meina ég get alveg sagt fyrir mitt leyti það var ekki margt sem kom frá honum sem að ég deili þetta hefur bara ekkert með það að gera og mér finnst líka mikilvægt sko að gera okkur greinamun á því að vera ertu að hvetja til ofbeldis ertu sjálfur í ofbeldis sko starfsemi einhvern veginn eða ertu að viðra skoðanir sem eru mjög óumdeildar og særa og hægt að ræða sko hvenær er gengið og langt og eitthvað en þú ert að nota orðin þín. Þú veist, orð hafa afleiðingar, það er alveg satt en þú veist, við verðum að halda í bara hið mennska prinsip sko og standa vörð þau svona grundvallar réttindi og eitt af því er málfrelsi og að fólk ráði við það að tala saman. Orðum fylgir ábyrgð og það fer sinn farveg. En við höfum líka bara meiðyrðarlöggjöf í gildi í landinu þannig að ef að menn fara yfir strikið þá er hægt að það eru til viðurlög, það er ekki þannig að tjáningarfrelsi sé algjörlega óhægt þrátt fyrir. Sko undir engum kringumstæðum er hægt að réttlæta pólitískt eða morð. Og það bara þarna er lína sem þú getur aldrei farið yfir. En menn eru kannski meira svona í að þessu segja vel, það er nú að skoða þetta morð í samhengi. Nei, það að mínu mati þú réttlætir aldrei ofbeldi. Þú gerir það ekki. Vegna þess að leið og þú ert farin að gefa þessu einhvern smá svigrúm. Ég er alveg sammála Þórdísi með hans skoðanir. En það kemur ekki þessu máli við vegna þess að afleiðingarnar og það sem þetta hefur í för með sér er miklu alvarlegra. Og ég meina, eitt af því til að mynda því að ég hef nú bjó í talsverðan tíma í Bandaríkjunum það er erfitt að fá fólk til þess að taka þátt í stjórnmálum í Bandaríkjunum. Það er það. Og í raun og veru annarkvort þarft að fæðast inn í pólitíska fjölskyldu eða hafa mikinn auð með þér til þess að taka þátt. Það er mjög svona, það er hár þröskuldur. Ólíkt því sem hér er, það er allir í sambúða. Bara að komast allir að sko. Þetta er til ég að sé svolítið erfitt núna því að við erum að tala bara, ég ætla að setja þetta í samhengi við Kína. Það eru margir að spyrja sig að því hvort að hið lýðræðislega kerfi í Bandaríkjunum muni aftra þeim í gervigreinda kapphlaupinu eða þessu tækni kapphlaupi sem á sér stað að því að þeir kynverarnir bara eru með sín plön, fara í þau meðan allt þetta sem tengist lýðræðinu verður flókið og erfiðar að fá þessa öflugu þáttöku sem þú þarft og það er mjög alvarlegt mál ef við fáum ekki og að stjórnmálin veki ekki áhuga út af mögulega svona hlutum eða öðru að þá virkar ekki samfélagið vegna þess að ein megin ástæða þess að Bandaríkjunum gengur vel er að það er svo gríðarlegur mannauður og stofnanir í Bandaríkjunum og atvinnulífið og háskólar hafa búið til þetta gríðarlega öfluga samfélag
og leið að vera svona, þú veist, við sjáum þarna varandi lýðræðið og ég meina ég til að mynda svo gagnrýni sem til að mynda Seðlabankinn hefur verið að fá og við talum ekki Hagstofa þeirra, hún ekki til þess að efla Bandaríkin þessa mundir. Þannig að það eru svona ýmislegt auðvitað í gangi og það eru þessi áhrif. Já, ég held að sko, þú veist, að því að ég veit að við erum hér að ræða þetta hryllilega tilfelli en sko þegar við horfum á Bandaríkin sem auðvitað bara efni í annan þátt og við ætlum að ræða aðra hluti hér. Þú ert að bjóða þér í annan þátt hjá mér. Ég að gera það. Já, verður bara velkomin. Vegna þess að þú veist, staðan í Bandaríkjunum auðvitað orðin dálítið flókin sko og það, ég meina það heldur ekki fyrir margt svona venjulegt fólk sem að vill gera uppbyggilega hluti og gera gagn fyrir samfélagið sitt, þá margt að gerast í bara í bandarískum stjórnmálum sem ekki sérstaklega eftirsóknarvert og ekki að draga til sín endilega besta fólkið. Ég meina þessi framganga á ákvarðanir og þú veist, í rauninni, ég meina við getum tiltekið háskóla, fjölmiðla, lögmannsstofur, dómstóla, talsmáta, ferla við að, þú veist, skipa fólk, gagnrýni á Seðlabanka, vera að reka æðstu, þú veist, ég meina menn eru að leika sér að eldinum, sko. Og þú veist, ég hef sagt það áður og mér þykir það ekki skemmtilegt. Ég meina, ég get alveg áfram sagt, ég hef trú á Bandaríkjunum og ég hef trú á svona DNA Bandaríkjana. Ég meina, þetta auðvitað framúrskarandi land. En af hverju gerist þetta? Og nú spyr ég að því að þú nefnir þessi dæmi sem við horfum upp á með Trump-stjórnina en svo þegar maður skoða Biden-stjórnina líka þar sem verið að siga lögreglu og leyniþjónustu stofnunum á pólitíska andstæðu og annað. Þetta virðist hafa verið kraumandi og verið að magnast kannski síðasta áratuginn 2. Já, það hefur samt alveg verið þannig bara eins og við þekkjum. Ég meina, pólitískar svona rannsóknarnefndir alveg þekktar í Bandaríkjunum, menna gleymum því ekki bara í hverju Clinton hjónin voru í á sínu tíma og það alveg mikil hefð fyrir bara talsverið grimmd í bandarískum pólitík, bara lítum á alla 20. öldina. En það sem ég held að sé að gerast í Bandaríkjunum og hef sagt í svolítinn tíma að ójöfnur bara aukast og hann hefur aukist mjög hratt. Og það bara þannig, og ég held að allar rannsóknir sýna okkur, að ef fólk upplifir að það geti ekki veitt börnunum sínu betri framtíð en foreldrar þeirra gátu veitt þeim, að það bara verður mikil óánægja. Það verður rof í samfélagsins. Þetta kjarni máls. Og við sjáum það bara, við lítum á til að mynda kosninganiðurstöðunar. Þú ert með bláu ríkin, sem austur og vestur röndin, og svo ertu með rauðu ríkin. Og svo þú fyrir að ferðast á þessa staðu, að koma þar sem þessir bæir eða þetta fólk hefur orðið undir, þú getur aldrei borið þetta saman við þessar stór borgir. Sem nú þeir staðir sem að við kynnumst helst þegar við förum Bandaríkin. Og þú getur, ég hef stundum sagt þetta sé svona, allt þetta fólk, sem ekki allt, en flestir þarna eru að kjósa Trump vegna þess að þau trúa því að hann muni hrinda í framkvæmd stefnum sem muni bæta kjör þeirra. Að mínum að þetta svona einfalt og við sjáum bara til að mynda eitt af því, ég meina bara það að fara í háskólanum í Bandaríkjunum, þetta bara það sem veldur flestum foreldrum mestum áhyggjum og þú þarft bara í dag að koma frá bara mjög velstæðu fólki til þess að geta farið í þessa dýru háskóla og sem ekki gott vegna þess að þetta eru frábærir háskólar. Hér verður allt vitlaust að því að það var að hækka skráningargjöldin í Háskóla Íslands úr 75.000 í 100.000. Einmitt manni var einmitt hugsað til þess og það sem að gerast á sama tíma að verðið á menntun og verðið á húsnæði búið að hækka gríðarlega að þá hafa ofan í síðan tæknibreytingar og hvað færðu fyrir menntun og hvernig ertu raunverulega undirbúin, þú veist, fyrir framtíð. Og þá eru raunlaun verkafólks eða blue collar workers, þau hafa alveg staðið í stað í cirka 25 ár og þarna verður bara bil á milli og þeir sem lenda mínum að í þessu bili, það eru þeir sem eru ósáttir og kalla eftir breytingum. Já, og það var sagt á sínu tíma, ég gleymi þessu ekki, þá var ég mitt í námi í Kólumbía, þar sem góð vinkona okkar Áslaugu núna, að það var alltaf sagt, hafið engar áhyggjur af að það sé verið að flytja öll þessi störf úr landi, vegna þess að það sem mun gerast að, þú veist, það verður bara þetta svo kallaða, fæsletta ensku creative destruction. En þessi störf kom ekkert aftur inn á þessi svæði og við erum að sjá, og ég mikið fyrir alþjóða viðskipti,
En menn verður þetta huga að því að þegar verður svona gríðarlegu flutningur, hvaða áhrif það hefur á viðkomandi samfélag. Og ég held að afleiðingarnar mörgu svona séu að koma betur í ljós og svo erum við að fá núna svona tilbaka, ég meina COVID-ið risastór breyta í þessu öllu vegna þess að menn vilja að endurskoða virðiskeðjuna og annað slíkt, en ég held að það séu bara þessar stóru þjóðfélagslegu breytur sem fólk ekki ánægt með. Svo má heldur ekki, sko ég held að Bandaríkin, þú veist, eins stór og sterk og þau eru, þá eru þau líka, það hefur líka verið, sko það er upplýsingastríð í gangi sem hefur í gangi mjög langan tíma, það er ekki frá febrúar 2022, það hefur bara varað mjög lengi og bara mennum gengur nokkuð vel í því og það hefur líka haft áhrif á Bandaríkin. Auðvitað fyrst og fremst Rússland en alveg önnur lönd líka, ég meina Kína með sín tæki og tól og svona bandamenn þessara landa og ég held að það sé stærri sko faktor í rauninni heldur en margir vilja viðurkenna. Í áhrifum á umræðuna. Já. Talandi alþjóðamál, þú færir talið að þessum ríkjum. Rússarnir halda áfram að hamast á úkraínsku þjóðinni. Þeir eru nú farnir að færa út kvíarnar, eru farnir að beina vopnum að vinaþjóð okkar Pólverjum. Þið voruð að kynna núna áðan skjal. Ég skil ekki persónulega alveg hvað þetta er. Það er að segja þetta er þingmannanefnd og þið eruð einhvern veginn að vinna drög að nýrri varnarmálastefnu. Þetta er ekki hin nýja varnarmálastefna. Nei, sko afurðin, þú veist, þetta er svona inntak og áherslur í varnar- og öryggismálum. Utanríkisráðherra mun leggja fram stefnu, þingsályktunartillögu, sem er þá stefna sem að ég ætla ekki tala fyrir hennar hönd, sko, en ég gerir nú ráð fyrir að verði efnislega það sem að við vorum þarna að komast að niðurstöðum. Hún geti breytt ykkur orðalagi eða bætt ykkur örlitlu við en þú veist þetta er efniviðurinn. Og þingið mun að lokum eða ekki hafa lokaorðið? Algjörlega og þá fer þetta í gegnum 2 umræður í þinginu og þá auðvitað kemur þetta inn í utanríkismálanefnd og þá fáum við, þú veist, gesti og umsagnaraðila og getum átt þetta samtal sem er mikilvægt fyrir þingið og vonandi, ég meina þarna eru fulltrúar allra flokka og fulltrúar Miðflokksins tók þátt alveg í rauninni gegnum alla vinnuna þó þau síðan taka ákvörðun að standa ekki að skjalinu og ég bara vonast til þess að þau geti verið bara eins mikið með í þessu samtali og þau treysta sér til. En stór hluti af þessu líka er auðvitað það er verið að gera þetta í fyrsta sinn þegar það er búið að samþykkja þetta þá sem stefnu og inn í þessu er sko það er verið að skrifa út hluti sem við höfum verið að gera, erum að gera, það er verið að byggja ofan á grunninn sem er til staðar, það er verið að ávarpa bara mjög skýrt hvað veruleikinn eins og hann er núna þýðir fyrir okkur. Hvers konar verkefni, fjárfestingar, heimavinnu við þurfum að sinna, hvernig við þurfum að treysta enn betur og auka samstarfiðara þjóðir og allt það og síðan þetta samtal bara við almenning. Ég meina ég veit það mjög vel og þekki það bara alveg ágætlega að fólk eru þetta mjög mistilbúið að heyra eða lesa það sem þetta kemur fram en ég er að vona að það getur svona haldið umræðinu nokkuð yfirvegari að þarna erum við fulltrúar allra flokka ekki bara sitjandi utanríkisráðherra, hvort sem það var ég eða núna Þorgerður Katrín eða hvað, heldur svona þverpólitísk nálgun á svona þetta er það sem skiptir máli, þetta erum við sammála að við viljum geta varið og svona lyfta því sem eru styrkleikar í íslensku samfélagi sem eru auðvitað gríðarlega miklir og einn styrkleikin er að við ráðum við svona verkefni þverpólitískt, það er bara undantekningatilfelli í höndum. Er ekki bara ein ástæða fyrir því og hún er svo að Píratar og Vinstri grænir dutt út af þingi? Þessi nefnd hefði aldrei getað skilað þessu skjali af sér af Svandís Svavarsdóttir eða verið á Alþingi. Nei, það er auðvitað mikil breyting að vera með Alþingi skipa flokkum og það er enginn sem er á móti til að mynda að vera okkar í Atlantshafsbandalaginu og það er ekki sama svona fyrirstaða eða já sko ég held að því fylgir allavega ábyrgð af hálfu stjórnmálana að þeir sem eru annarra skoðunar og eiga ekki fulltrúa á Alþingi séu með í þessu samtali og við verðum að þú veist, skilja það þrátt fyrir að þau séu ekki með fulltrúa sem ná yfir 5% þröskuld til að komast inn á þing þá vitum við þetta að þú veist það eru þessar skoðanir og þessar raddir, þannig að þetta er alveg ákveðin svona að mínu mati, kannski ekki prófsteinn en allavega svona tilraun, ég meina ég get ekki fullyrt hvernig almenningur, þú veist, tekur þessu skjali, sumir segja er eitthvað nýtt þarna og aðrir segja, heyrðu þetta er allt og langt gengið og þið eru öll hræður okkur líftóruna og svona. Þið segja þessi yfirvofandi ógn? Við segjum það er raunveruleg ógn sem að blasir við okkur, staðan er breytt, veröldin er breytt og við þurfum bara að hafa sína þroska og yfirvegun til þess að takast á við það og gera það sem þarf. Ég þarf að veðja, Lilja, að ef að þú sætir Alþingi Íslendinga þá hefur þú verið í þessari nefnd.
Gæti verið, en sko það sem mér finnst skipta máli og ég auðvitað fagna því að það sé verið að fara yfir öryggis- og varnarmál með þessum hætti. Ég held eina svona framsýnustu ákvarðanir sem voru teknar á Íslandi og voru aðild okkar að Atlantshafsbandalaginu og svo 49? Já, 49 og svo varnarsamningurinn 51. Í Bandaríkin. Já, og þetta eru þetta bara svona tvær, svo eru við þetta í Sameinuðu þjóðunum, en þessar tvær stoðir vil ég meina hafi búið til mjög mikil efnahagsleg verðmæti fyrir okkur. Þá er ég ekki að tala viðveruna í Keflavík endilega, heldur vegna þess að þetta bjó til þessa öryggisregli fyrir okkur að við gátum í raun og veru sinnt okkar málum og þetta tryggði okkar sjálfstæði og fullveldi. Ég vil auðvitað ekki, svo ég bara segi það, sko, ég var auðvitað mjög gagnrýnin á þá umræðu hjá sumum í ríkisstjórninni þegar fóru að tengja það að við þyrftum að fara að ganga í Evrópusambandið til þess að fá vörn hjá evrópskum her sem ég allavega vissi ekki til að væri sameinaður eða neitt slíkt. Þegar var reynt að sameina slíkt í baráttu við Húta langt í burtu og allt mistekist. Þeir eru mjög mislagðar hendur í því. Já, og ég vonað umræðan sé orðin jarðtengdari en hún var vegna þess að þetta, að því að þó að það sé mikið í gangi í Bandaríkjunum eins og við erum búin að fara yfir, þá hafa Bandaríkin, ég þreytist ekki á að segja það, þetta sú þjóð sem hafa veitt okkur eina mestu viðurkenningu með því að vera fyrsta viðurkenna sjálfstæði þjóðarinnar og hafa stutt okkur hérna í Þorskastríðinu 76 sem við þetta öll munum eftir, en sem skiptir miklu máli vegna þess að þarna fengum við yfir ráðin, yfir hérna þessar 200 mílur og ef við hefum ekki barist fyrir því, þá varum við aldrei stödd. Varnarsamningurinn er ómetanlegur. Hann er ómetanlegur og þegar fólk var einhvern veginn að gera lítið úr honum, af því að þetta væri nú bara eitthvað svona plagg og einhverju voru með einhvern lestur á honum, við þurfum að horfa frekar til þess. Hvað eru Bandaríkjamenn að gera hér? Þeir eru þetta, og við vitum það, þeir eru þetta fjárfesta mjög mikið og það er einmitt verið held ég að breyta hagtölunum núna til þess að fá inn þessar fjárfestingar. Þetta er verið að breyta mjög miklu þarna. Þið sátu báður í ríkisstjórn þegar að menn voru á fullu í framkvæmdu frá Keflavíkurflugvelli og enginn sagði orð af því að þið vildu ekki stykja Katrínu Jakobsdóttur og Svandísi Svavarsdóttur. Menn beindu bara blindu augun að því og svo fóru að rísa mannvirki og allt í einu uppgötvaði einhver að það var allt á fullu við að koma hér upp einhverjum skemmum fyrir varaflugvell og annað. Er þetta ekki hárrétt? Auðvitað var það pólitískt viðfangsefni, svo ég hljómi nú eins og stjórnmálamaður. Ég skal svo þýða þetta fyrir fólk. Að gera bara það sem maður taldi rétt að gera, en ég leyfi nú, ég veit ekki eins og hvort það er jákvætt en neikvætt fyrir vinkun okkar Katrínu Jakobsdóttur, en þú veist, ég meina, við áttum gott samtal þar sem ríkti traust og þessar ákvarðanir á Keflavíkurflugvelli, þú veist, það er líka spurning hvað ert að básúna, hvað ert að einhvern veginn biðjum að sé í pólitískur umræðu og það er margt sem bara gerist án þess að það lá fyrir. Ég meina, það var ekki þannig að þessu hafi verið haldið leyndu, en það er alveg rétt, við erum náttúrulega með auknar fjárfestingar núna framundan og ég meina Bandaríkin eru hér með kafbátaeftirlit mjög virt sem hefur aukist sérstaklega eftir 2014 þegar Rússar tóku Krím. Þú heimilaðir þjónustu við kjarnorkukafbáta yfir strendur Íslands? Já, og mér finnst það ágætt dæmi, ekki af því að ég tók þessa ákvörðun, heldur þegar að við erum að hugsa hvað getum við gert, hvert er okkar framlag, hvernig getum við sýnt í verki að við séum verði og bandamaður. Þá er stundum ágætt að geta sagt, til dæmis þegar við tókum það ákvörðun, þá er það raunverulegt framlag, snýst ekki bara öryggi okkar hér, heldur öryggi svæðisins og það er lykilatriði að geta verið þarna að sigla í kring og fylgjast með, kostaði okkur ekkert, þú veist, einhverja 10 milljóna í gæsluvörnum ríkisins, kostaði okkur ekkert, en er ótrúlega mikils virði. Þú veist, og það eru svona hlutir sem er líka raunverulega að telja. Ekki bara nákvæmlega hvað hver útgjöld til varnarmála eru, þrátt fyrir að það sé augljóst að þau munu þurfa að aukast, alveg óháð því hvað aðrir að segja ykkur staðar, heldur bara þegar við metum stöðuna, það sem er að gerast í kringum okkur, hver er okkar heimavinna, hvað er það sem að, skiptir okkur mála að geta sagst verið með á hreinu og það kostar. Og við verðum bara að vera tilbúin að gera það og mögulega færa einhverjar pólitískar fórnir til þess að finna leiðir hvernig á að gera það af sóma og viti. Pólitískar og samfélagslegar? Landfræðileg leg okkar, hún er auðvitað krítisk. Það er að segja,
það má oft sko sjá í raun og veru bara hvernig auðæfi þjóða þróast út frá landfræðilegri legu. Ég meina, það hefur ekkert alltaf verið gaman að vera Pólland, eins og við byrjum að samtalið á, vegna þess að þau bara liggja þarna og þetta bara, já, og þú veist, en við erum stödd þar sem við erum stödd og mér finnst alltaf, við bera líka svona ábyrgð gagnvart Norður-Ameríku út af sögunni og þegar margir voru svona einhvern veginn tilbúinir til þess að afskrifa þá vara ég eindregið við því vegna þess að alþjóðamálin eru svo viðkvæm, þau eru svo brothætt, það er svo mikið í gangi þessa dagana að fyrir herlausa þjóð þá er mjög mikilvægt fyrir okkur að stíga varlega til jarðar, vera ábyrgur bandamaður eins og Þórdís var að fara yfir sem er mjög mikilvægt en við þurfum núna að líta á þau gæði sem við höfum, sem ég var að nefna, varnarsamningurinn, NATO-aðildin og sinna því en alls ekki vera að daðra við Evrópusambandsaðild vegna þess að við vitum ekki bæði hvernig sambandi að fara að þróast. Við sjáum að þau ráða ekkert við efnahagsmálin en það er enginn að taka neitt frá Draghi-skýrslunni og þau halda áfram að dragast aftur úr og við Frakkland er bara í fullkomnu stjórnleysi. Það er í stjórnleysi út af ríkisfjármálunum og það sem við þurfum bara að gera og eigum að gera best, það er bara að vinna heimavinnun okkar, vera tilbúin en ekki að einhvern veginn að taka ákvarðanir sem geta haft verið mjög afdrifaríkar inn til framtíðar vegna þess að þú getur tekið góð ákvörðun eins og við staðsettum okkur með lýðræðislegum ríkjum þarna í kalda stríðinu og ég meina það er engin maður, ég meina áhrif til að mynda bara Churchills á framtíð þjóðarinnar þó hann hefur ekki komið hitaveituna eins og reyndir nú að segja sumum en það sem hann kom og hvernig þetta þróaðist, það þróaðist okkur verulega í vil. Þess vegna eigum við að huga að þessari sögu en líka horfa til framtíðar hvað hentar þessu ríki þar sem enginn her er og fara að varfærni fram og hófært. Ísland er ósökkvandi flugmóðskip hefur verið sagt. Tandur ríkisfjármálin að því við þurfum að fara hér yfir margt, það verið að leggja fram nýtt fjárlagafrumvarp. Þú varst nú starfsmaður Seðlabankans árafjöld og þú varst nú fjármálaráðherra, Þórdís. Hvernig líst ykkur á þetta? Er þetta ekki allt í lukkuna velstandi? Sko, það eru auðvitað margt þarna sem hægt er að gagnrýna talsvert sem við kannski höfum ekki tíma til að gera en þú veist, það er ekki bæði hægt að segja. Ég meina, það héldi fram að stjórnarmyndunum viðræðurnar þyrftu sko lengri tíma vegna bakslagsins og upplýsinga hversu að staða ríkisfjármála væri verri heldur en upp að gefið. Þú getur ekki bæði haldið ennþá í það en sagt síðan að sko ástæðan fyrir að hægt síðan á betra árangri er vegna þess að staðan er svo góð. Þegar talað um að verðbólgan hafi, vextir hafi lækkað frá því að boða var til kosninga, þetta eru ofboðslega skapandi nálgun á einhverju stöðu. Við erum að tala um raunútgjaldaaukningu, við erum að tala bara skattahækkan, rosa skrítið að segja sér ekki með skattahækkan og hvorki fólk nýja fyrirtæki, svo sé ykkur aðri sem borga skatta á Íslandi heldur en lögaðilar og einstaklingar. Þegar það liggur bara fyrir að það eru skattahækkanir í þessu frumvarpi. Mikið gert úr hvortveggja. Það er mikið gert úr tiltekt og þetta segi ég sko, ég meini þetta eins uppbyggilega og ég get. Ég vona að það komi ykkur á stærri ákvarðanir, stærri tillögur og það mun ekki standa á mér að styðja þær. Sumt þarna er fínt og ég mun styðja við allar mögulegar hagræðingar aðgerðir sem þau koma með, nánast sama hvernig það er, kannski ekki alveg sama hvernig það líti út, en það sem maður sér í. En það er ekkert verið að taka þessi stóru mál. Ég meina við þingmenn Sjálfstæðisflokksins vorum að leggja til að fara að skoða það og hefja sölu á Landsbankanum. Þú veist. Já, það er ekki klókt hjá okkur, ég ætla að fara yfir það. Já, þú mátt gera það. En sko þessi stærri skref, þú veist, þessi tiltekt, ef þetta er allt sem kemur, þú veist, þá er það ekki nóg. Útgjaldaaukning, skattar og bara staðan eins og hún er núna, þá mér finnst svolítið svona, það er ekki bæði haldið og sleppt einhvern veginn í þessu, maður er svolítið að velja, þú veist, hvað það er raunverulega sem er verið að leggja upp með í þessum fjárlögum. Og svo þetta eru bara stórar efndir sem eða þess lofar sem ekki er hægt að sjá hvernig á að efna, sko. Er þetta nægilega aðhaldsamt til þess að halda aftur að verðbólgu? Nú er aftur að spá hækkandi verðbólgu. Nei, sko það sem ég ætla að segja, ég skal skýra þetta út með þetta afsakaðu, þetta var til Landsbankan. Staðan í þessi, þau eru að tala tiltekt og forsætisráðherra hvort hann hafi sagt það 12 sinnum.
En hún þegar nánast að hlaupa frá þessu fjárlagafrumvarpi vegna þess að hún farin að segja viðtölum, ef það þarf að gera meira, þá ger ég meira. Ef við bara lítum á þessu tölur, þá aðhaldið 1%. Raunvöxtur eru 3,2%. Þannig að það aukning í ríkisútgjöldum. Og tiltektin sem þau að tala sko þetta minni mig svolítið svona á það þegar maður var úlingur og ég var beðin að taka til, sko. Ég setti svona alls konar dóti í skápan og tók svo Ajax og reyndi svona einhvern veginn að hafa þetta fínt. Þetta þannig tiltekt, þetta ekki alvöru tiltekt eins og forsætisráðherra að tala í allri sinni orðræðu. Fjármálaráðherra kemur og segir þetta eru aðhald, ég að fara að kynna aðhald sem fjárlög. Og ég nú bara þannig að þegar einhver segir svona, þá bara trúi ég því. Svo fyrir maður að skoða tölunar. Þá kemur í ljós að aðhaldsstigið fyrir næsta ár það að minnka stórkostlega frá því þegar við vorum saman. Og það sem þeir gleyma algjörlega að segja, hann kemur og segir, já, ég með góð tíðindi, fjárlagahallinn í stað þess að hann verði 26 milljarðar, þá verður hann 15 milljarðar. Og mjög ánægður með þennan bata. Hann gleymdi algjörlega að segja frá því að búið sem þau voru búin að kvarta svona rosalega yfir og Þórdís að fara yfir, þau eru að fá tekjuauka upp á 8-10 milljarða. Þannig að hallinn sem við höfum áhyggjur af, og við vorum ekki tress með þetta, alls ekki, hallinn hjá okkur verður 19 milljarðar. 19. Sem við sögðum alltaf ekki eins. Já, það verður 19 milljarðar og þetta slæma búið sem við erum að taka við og hallinn á næsta ári verður 15. Þannig að nettó afkomu bati eru 4 milljarðar. Það ekki meira og þetta og 4 milljarðar. Þáttur aukna skattheimtu. Og fyrir utan það. Og það sem ég held að sé að fara að reynast þessari ríkisstjórn mjög erfitt og bara að gerast nákvæmlega bara eins í Bandaríkjunum. Það að segja atvinnuleysi að fara að hækka, með háa stýrivexti en verðbólgan ekki að fara niður. Og þetta bara mjög erfitt. Að við etja. Hvað ætlar að gera þegar við sjáum þessar, að því að stýrivextur búin að vera háir í mjög langan tíma og fyrirtækin ráða bara ekki við meira og atvinnuleysi fer. Þá væri nú gott að geta að lækka stýrivexti, en þegar verðbólgan svona há, ennþá meðal annars út af raun útgjaldaauka ríkissjóðs. Já, og þetta ríkisstjórnin sem í raun og veru, hún svolítið kosin út af það að okkur tókst ekki í samvinnu við Seðlabankann að verðbólgan færi nógu hratt niður. Því miður. Við hefðum viljað sjá hann og ég held til að mynda eins og fylgistappið okkar, ég meina við bara svona flokkur heimilana, okkar kjósendur voru bara óhressi með það að þurfa að fara í þessa skuldbreytingu og nú það óbúslega mikið heimilum. Ég meina lífeyrissjóðirnir eru að setja út 80 milljarða af verðtryggðum lánum þarna út og halda þetta. Ég held að það sem sé að gerast að við knýjum áfram þessa einkaneyslu á þessum launahækkunum og svo á þessari endurfjármögnun. Og það orðið erfiðara fyrir Seðlabankann í raun og veru að fara að fást við þetta af því að kerfið að verða aftur svo verðtryggt. Og það sem þau hefðu þurft að gera í raun og veru bara að vera stöðugt að vinna að aðgerðum til þess að ná niður verðbólgunni og við bara sjáum að verðbólguvæntingarnar eru ekki að fara. Það bara ekki eins gaman. Nei, en sko bara, þú getur talað við okkur, ég meina við vitum alveg hvernig síðustu kosningar fóru. Þær fóru eins og þær fóru meðal annars vegna þess að fólk gerði bara kröfur til þessara flokka að ná tökum á verðbólgu og ríkisfjármálum og við gátum ekki gert það nógu hratt og það oftast verðbólga sem hefur mest áhrif á í raun og veru bara hvernig pólitíkin gengur. Já, og þá líka sko að því að minnst þessi málflutningur svona minnst hann ekki mjög smart sko þegar hjá ríkisstjórnunum núverandi ríkisstjórnum sko ýmsa svona hlut og skauta svolítið framhjá, þú veist ekki ég nú ekki komin til þess að tala COVID en bara svona maður horfið sko 5 ár aftur í tíman, þú veist hvað gekk á í íslensku samfélagi undanfarið 5 ár. Þú veist inn í þessum tölum uppsafnaðan halla sem þú ert að vísa í. Gigantísk sko útgjöld
tímabundin sem við höfum alveg rætt, þú veist, var mikið gert of lengi og allt það, eins og í heimsfaraldri og síðan ertu með bara eitt stykki, þú veist, jarðhræringar og Grindavík. 1% þjóðarinnar vergangi. Já, þar sem að við tókum ákvörðun sem að, þú veist, við gátum gert meðal annars vegna þess við vorum með nægilega styrk og sterk ríkisfjármál, að við gátum bara sagt, heyrðu, við ætlum bara bjóðast til að kaupa heimili allra, þetta 1% þjóðarinnar, til þess að þið getið tekið nýja ákvörðun og komið þaki yfir höfuð. Þú veist, ég er ekki að segja ég er eiginlega að segja, menn verða að gera ráð fyrir því að hlutir á þessum skala haldi áfram að gerast. Ef þú lítur bara, sko, við erum með lönd í kringum okkur sem eru búin að stórauka til að mynda eingöngu varnarútgjöld þannig að það hefur áhrif á velferðarþjónustu, menntakerfi, það hefur að hækka skatta, öllum sviðum. Við erum hérna einhvern veginn kvartandi yfir einhverjum krónum sem er að fara í aukin varnarútgjöld. Þú veist, við verðum að búa okkur undir það að heimurinn er ekkit óbærslega öruggur eins og staðan núna og það geta bara hlutir gerst sem að við verðum bara að geta brugðist við. Þá verða menn aðeins að horfa svona með raunsæðisglerugum á það í hvað er verið að setja peningana og hvað er raunverulega skynsamlegt að gera út frá ríkisfjármálum og líka þá sölu eigna og umbreyta þeim í eitthvað sem við kannski fyrir með. Ég má aðeins koma inn með Landsbankinn þess að ég ætla að segja að mér finnst svo mikið sóknarfæri í fyrir stjórnarandstöðuna okkar flokka að hjóla í fjárlagafrumvarpið af því að það er ekki metnaðarfullt. Menum áttum ekki að taka athyglina? Já, þið áttum ekki að taka athyglina, sko. Ég vildi segja það og svo er ég líka á því að það eigi að fara taka hægskref hvað var það fjármálakerfið og það er út af svona, en þá einblína á í raun og veru innihaldi vegna þess að þau segja, og það sem ég vera svolítið einkennandi fyrir ríkisstjórnina, þau segjast vera að gera eitthvað, bara segja það, horfa bara í augun og öllum, bara tiltekt, rosa tiltekt. En svo bara lítur á þetta, heyrðu, býtu, það er bara raunvaxta ekki og svo hugsaði maður, heyrðu, hvað gerði frúin í Hamborg við þessa 80 milljarða? Þau eru bara með Ajax-brúsan úr herbygginu. Ég fekk einu svona mjög góð ráð þegar ég tók við sem ráðherra sem var að fenginni reynslu viðkomandi sem sagði, þú veist, ekki segja hvað þú ætlar að gera fyrir en að þú ert búin að, þú veist, ákveða nákvæmlega hvernig þú gera, þú veist, vissum að þú vitir hvernig þú nærði fram og helst ekki segja fyrir þú ert búin að gera það. Mér finnst og þú veist, og það er svolítið, þú veist... En það er að virka, ég meina það er að virka eins og staðinu núna. En lýsir það ekki helst firringunni hér í landið þar sem að vera að viðurkenna við þessi yfirvofandi hætta hér út af átökunum í Evrópu. Alla þjóðirnar eru að kaupa sprengikúlur og bryndreka og við ákveðum að stækka Þjóðleikhúsið. Ég held að ætlar að fara að verja þetta? Býtu. Sko, ég ætla að segja þér að þetta hefur þetta hefur verið alveg í undirbúningi í talsverðan tíma. Sprengju held Þjóðleikhús. Já, en það er hins vegar þannig að það er tími fyrir allt og þarna ákveður menningarmálaráðherrann að standa með sviðslistum og ég sem auðvitað fyrrverandi menningarmálaráðherra, mér þykir auðvitað óbúslega vænt menninguna og ég tel að eitt af því besta sem við gerum, það eru okkar bókmenntir og menning og listir. Þannig að ég held hins vegar varðandi hagstjórnina og ég hef sagt þetta við félaga mína í Þjóðleikhúsinu. Mér fannst forsætisráðherra að vera örlátur við menningarmálaráðherrann vegna þess að þetta snýst allt væntingastjórnun og ég held að Þórdís veit það að ég var alveg með þetta allt tilbúið, sko. En við fórum ekki fram með þetta vegna þess að við vorum að kljást við verðbólgu sem við vissum alveg, og sérstaklega mínum flokki, að hún yrði okkur óbóðslega erfið ef við gátum ekki sýnt fram á árangur. Og ég held til að mynda eins og núna, að því að Þórdís var að fara yfir raun og veru það sem er búið að gerast, skuldahlutfallið okkar, þrátt fyrir allt þetta, er þokkalegt, en við þurfum að gera enn betur út af allir þessari áhættu sem við stöndum frammi fyrir og vera hreinskili með það og það mátti ekki segja, heyrðu, ég er með aðhaldsum fjármál, en svo bara, ég er samt með hennar 3,2% raunaukningu og þetta er, þú bara kíkir á þessar tölur, ég varð mjög hissa og líka svona upp á trúverðuleika. Það fannst mér þetta ekki gott. Talandi um hreinskilni, ykkar flokkar fóru mjög illa út úr kosningunum. Dálítið. Já, svo illa þú dast út. Já. Það er vangaveltur ganga fjöllunum herra, þú ætlir að bjóða fram til formennsku í Framsóknarflokknum, ekki síst í ljósið. Það er gaman að vera ekki lengur á svona spurningar, ekki bíli, nú fæ ég ekki svona spurningu. Það sem ég er að gera núna, það eru fundir hjá mér víða með flokksmönnum. Ég verði í Reykjanes á morgun svo ég fá að koma því að klukkan 11 og ég er bara að tala um fólkið mitt vegna þess að mér þykir mjög vænt flokkinn og mér þykir óbúslega vænt grassrútina. Kemur það til greina að þú tækir þennan stað? Það kemur allt til greina og ég tel að
minn flokkur hafi skilað mjög mörgu góðu til samfélagsins í gegnum tíðina. Hvenær kjósið þið? Það verður miðstjórn núna í október og það ráðgert að flokksþing verði í mars líklega, það á eftir að taka ákvörðun það. En mér finnst einhvern veginn bara, ég sagði alltaf, mér finnst svo ég verði svona aðeins persónulega líka, það að manni sé treyst fyrir mörgum ráðherra póstum, flokkurinn á það inni hjá mér, að ég sé dugleg þar til að annað kemur í ljós og ég hét sjálfur með því. Þú færið annað tækifæri til þess að taka framboðsræðina hér? Það liggur greinilega í loftinu. Þórdís, jú, ég eldri 2 vetur. Lilja og Þórdís, takk kærlega fyrir komuna. Við fellum þetta tal, en við ætlum að færa talið að ríkisfjármálum aftur því að hingað eru komnir í hús forsvarsmenn samtaka skattgreiðenda. Þeir ætla að sýna ykkur hér nýtt tól fyrir okkar almenning til þess að vega og meta það hvert peningarnir okkar fara. Það eru 1600 milljarðar á næsta ári. Takk fyrir. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus plug-in hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Við þökkum Lilju Alfreðsdóttur og Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur fyrir þeirra innlegg í þessa alvarlegu umræðu, bæði stöðun í Pólandi, í Bandaríkjunum og víðar. En hingað eru komnir góðir gestir sem að ætla að ræða sömuleiðis alvarlega hluti en úr allt annarri átt. Þeir eru frá samtökum skattgreiðenda, Skafti Harðarson og Róbert Bragason. Þeir eru að kynna fyrir okkur hér nýja lausn fyrir almenning á Íslandi til að fylgjast með því hvað rekstur ríkisins kostar. Sælir. Takk. Þetta ekki einföld og rétt lýsing á því sem að þið eru að takast á við? Jú, að nokkru leyti. Það er að segja að samtök skattgreiðenda hefðu verið, þau voru stofnuð 2013 og hefðu verið svona nokkuð dormant eða sofandi langar hríð. Þegar til mín komu 2 kröftugir menn og vildu taka þátt í starfseminni með okkur. Og þeir eru áhuga á því sem þeir hafa síðan gerst að búa til mælaborð sem inniheldur í rauninni ríkisútgjöld síðustu 20 ára. Og af hverju eru við að þessu? Vegna þess að til þess í rauninni að geta gagnrýnt útgjöld hins opinbera og að komast í gegnum það að segja til hvar megi draga saman, hvar megi spara og hvar megi stuðla ef til vill að betri virkni, þá þurfum við að byggja á réttum upplýsingum. Svo að þeir hafa í heila 12 mánuði nánast dag og nótt verið að byggja þetta mælaborð sem við höfum að sjá eftir og hafa sendt líklega á annað 1000 fyrirspurnir til opinberra stofnana og fyrirtækja og óskað upplýsingar þar sem að þær hafa ekki alltaf verið jafn skýrar. Það var gaman að Róbert segja okkur þá eftir einmitt hversu margar af þessum fyrirspurnum hafa síðan endað hjá úrskurðarnefnd upplýsingamál, þar sem við orðið að kæra beinlínis. Þetta gengur ekki allt jafn vel, en margir hafa líka brugðist mjög vel við okkar fyrirspurnum. Nú, í kjölfari á þessari vinnu erum við síðan að fara í aðalatriði málsins sem auðvitað það að fara að kafa í ríkisreikning og skoða af fullri alvöru hvar skera megi niður. Viðkvæðið þegar að við sem að berjumst fyrir lægri sköttum og betri meðferð ríkisfjár, þegar við erum að gagnrýna, þá kemur alltaf sama svarið á að skera niður heilbrigðiskerfið, menntarstofnanirnar og örorkulífeyrinn og ráðast á þá sem minnst mega sín. En við sjáum það auðvitað í þessu mælaborði að það hefði gríðarlega mikið sem skerum á niður á þess að nokkuð tíma komið niður á þjónustu við borgara þessa lands. Rekstur ríkisins kostar eitthvað 1600 milljarð á ári. Ákveð. En þetta ekki bara alltaf að fara í þörf og góð verkefni? Er til ástæða til þess að hafa hnífinn á lofti? Ég held þessi mikil ástæða til þess. Í fyrsta lagi held ég að það hafi engin orðið var við það á síðustu 5-6 árum að þjónusta hins opinbera hafi stór batnað þrátt fyrir að ríkisútgjöldi hafi vaðið áfram og upp úr öllu valdi. Við erum sömuleiðis að horfa á það að eftir COVID verðist ekki hafa verið neinn ástæða til þess að staldra við og spyrja ef að halda þessum útgjöldum öllum áfram sem að voru að vaða upp á þessum tíma.
Var stofnað til í skjóli COVID? Í skjóli COVID, já. En það eins venjulega stjórnmálamenn notaðu þetta erfiðar ytri aðstæður til þess að búa til vandamál sem síðan þarf að fjármagna af skattgreiðendum. Nú í augnablikinu erum við líka bara að skoða einföldustu dæmi eins og það sem uppi í umræðinu núna. Erlendir nemar við íslenska háskóla sem auglýstir eru vegna þess að þeir eru ókeypis. Þeir eru ekkert ókeypis. Þeir eru gerðir út á íslenska skattgreiðendur. Og það frekar óhugnaleg tilhugsun í hversu mörgum málum verið að gera út á íslenska skattgreiðendur þjónustu við aðila sem ekki greiða hér skatta. Þannig að það ótal atriði sem skerum á niður og við, Róbert, sýnir okkur kannski eftir bara aðeins lítil dæmi því að við getum ekki haldið því alltaf áfram að segja að 10 milljónir hér, 20 milljónir hér sé bara einhver smápenningar. Hversu mörg ár tekur það venjulega mann með meðaltekjur að vinna fyrir þessum 20 milljónum sem engum finnst neitt mikið, sko. Hvað er það? Við verðum ég hef ekki reiknað það sjálfur nýlega. Það eru mörg ár. Það eru mörg ár. Og vegna þess að við gleymum því líka þegar við skoðum tekjuskattinn og fólk skoða hvað í skatta að megni að þeir rennu til sveitarfélagana sem eru svo alveg sérkapítölu líka út af fyrir sig. En nú erum við með eins og fjárlögin núna sem verið að setja fram á nokkuð skiljanlegu formi og það má fagna því hvernig fjármálaráðuneytið hefur gert þetta aðgengilegt þannig að maður getur í snjallsímanum hvað sem leiði fjárlögunum frekar heldur en einhver öðru. Af hverju hefur ríkið ekki útbúið mælaborð á þessu tagi þar sem að þessar upplýsingar liggja allar? Sko, mér myndi óa við því að ríkið tækja að sér að búa þetta mælaborð til. Það er betra að þið gerir það. Já, við höfum svona reynt að slá á það hvað þetta myndi kosta ríkið, sko. Þetta hefði verið 3 ára undirbúningstími með 15 manna nefnd sem hefði verið á fínu launum. Síðan hefði komið út úr því að forritarar og aðrir, ég áætla að til þess að fá mælaborðið í þeirri mynd sem við erum með það í dag. Þetta hefði kostað 5-7 ár. Og svona 200-400 milljónir að lágmarki. Hvatakerfi hins opinbera bara svo vitlaust. Hvað hefur þetta kostað ykkur? Þetta búið alls ekki, ég myndi halda 4 milljónir. Já. Það hljótur í því hljóta að fylgast mikil vinna, sjálfboða vinna? Að sjálfsögðu. Hvernig vinna svona samtöku eins og okkur. Þegar við lifum auðvitað á sjálfboðalegri vinnu. Aðalega þessara 2 manna sem komu til mín og buðust nánast til þess að gera þetta. Þetta er þræla kaupmennska? Þetta er ekkert annað, og ég alveg viss það að við erum að horfa á það að hér eru menn bara á svipuðum launum og Illugi Jökulsson og það bara ekkert grín. Öllum þeim launum? Öllum þeim launum. Róbert, þú hefur unnið að þessu ásamt kollega þínum. Þið leggið til grundvallar ríkisreikning sem raun og veru bara ársreikningur ríkisins sundurliðaður. Já. Þið nefnið það að þið hafið þurft að kalla eftir upplýsingum eins og það getur útskýrt aðeins þessa vinnu sem að blasti við ykkur þegar þið ákveða að fara af stað. Já, þannig að ekki kannski rétt að segja alla fyrirspurnar hafi tengst þessu tiltekna verkefni, sko. En við erum bara búin að vera að þreifa á ríkisrekstrinum á þessum tíma. Við höfum verið að biðja þurftum þetta viðbótargögn, sko. Gögnin sem að þú getur kallað fram í mælaborðinu eru byggja að hluta til á gögnum sem voru opinber, en á hluta til á gögnum sem við þurftum að óska eftir hjá Fjársýslu ríkisins. Hvers konar gögn eru það ef ég má spyrja? Það eru aðalega færslur 13. mánaðar eftir að lögum opinber fjármál breyttust 2017 og það einu fyrirvarin sem við sitjum núna við þessi gögn. Það alltaf leikur fyrir að 2024 ekki komið inn í grunninn, við erum ekki búin að fá þau gögn. En það vantar færslur 13. mánaðar 2019, 2020 og 2021 af einhverjum ástæðum. Við erum búin að taka okkur 8 mánuði að fá þetta hjá Fjársýslu ríkisins. Það er svona 3% af áhorfendum okkar sem að skilja hvað færslur 13. mánaðar eru. Já. Hvað það er? Það sé full 3%. Já, ég held að það séu endurskoðendur sem áhorfendur. Já, það eru 13 mánuðir í ríkisbókhaldinu. Þessar 13. mánuðurinn er þá svona leiðréttingartímabil eða yfirfærslutímabil eitthvað, sko. Einhverjir reikningar sem kom inn eftir á eitthvað slíkt? Já, eða svona færslur sem kannski stjórnendur stofnana eru kannski ekki færir ákvæða sjálfur, heldur bara Fjársýslan. Þetta er eitthvað svoleiðis, sko. Þetta á nú ekki að breyta miklu í heildarmyndinni, sko. Alls ekki. Verða kannski frekar svona litlar fjárhæðir. Þannig að rekstrarmánuðir ríkisins eru jafnmargir jólasveinunum? Já, akkurat. Passar vel. En
En já, þetta bara búið að vera ærið verkefni. Aðalega, og ég myndi segja svona, það sem að dregur okkar verkefni á langinn, yfirleitt alltaf, svartími hins opinbera. Og nú þessi gögn við skulum varpa hér upp á skjáinn bara eiginlega forsíðu þessa mælaborð sem að fólk getur nú nálgast. Hvað blasir hér við, Skafti? Já, þetta sem sagt bara upphafsmyndin. Og hér sjáum við bara stjórntækin, það hægt að leita hérna eftir sem sagt öllum vítum. Þetta er ríkisbókhaldið frá 2004 til 2023. Og þarna hægt að slá inn bara leitir, til dæmis starfsmannakostnaður, og ef þú skilgreinir engar stofnanir sérstaklega, þá færðu bara starfsmannakostnaður ríkisins alls. Hér sjáum við hann. Þróun hans. Já, á verðlagi hvers árs. Já, því ég sé þarna hnapp sem að nefnist dagvirt 2023. Það þýðir að það búið að uppfæra þetta með tilliti til vísitölu neysluverðs. Já, ef þú ítir á hnappinn. Þarna er það íta á hann, sko. Já, annars færðu krónutölu hvers árs. Já, og þarna erum við að taka þá hvernig deilist þessi kostnaði niður á stofnanir og við röðum þarna eftir hæstu stofnun efst og þar kemur ljós að starfsmannakostnaður er mestur hjá skattinum í krónum talið. Ekki hlutfallslega? Nei, ekki hlutfallslega. Býtu nú við. Hjá skattinu starfa hvað 400 manns? 460 manns. Og það er meiri starfsmannakostnaður þar í krónutalið heldur en á Landspítalanum? Já. Er ekki 9.000 manns þar eða? Það er allavega 1.000 menn að störfu. Og hvað hægt að skoða nánar í raun þennan starfsmannakostnað, hvað í honum felst? Já, nú förum við tökum okkur til og förum einmitt í það. Við getum sundurliðað þetta og bara svo fólk skilji, það eru allir bókhaldslyklar ríkisins, tekju- og gjaldalyklar eru inn í þessum grunni. Inn í þessu? Já. Þarna förum við þá í skattinn. Í skattinn. Afmörkum þetta við skattinn. Já. Flokkum eftir tegund, förum bara þarna í sundurliðun gjalda. Starfsmannakostnaður. Já, og þá sést hvað þetta er. Þetta er á bilinu 80 til 100 milljónir. Og þarna, nú verðum við að dagverðum sem sagt. Já. Og þarna fáum við sundurliðuna líka. Þarna er líkamsræktinn 29 milljónir. Þetta fólk er í góðu formi. Já, það þarf að vera það. Gjafir til starfsmanna 29 milljónir. Árið 2023? Já. Við skulum gefa okkur einhver hefur átt stóra afmælið það árið. Það er nú árið 2021 sínast með að rjúka upp í 38 milljónir. Já, það voru fleiri þá, sko. Já, stóra afmæli. Já. Nú framlag á reisna til starfsmanna og starfsmannafélaga og starfsmannakostnaður ýmis sem minni áttar. En það segir mér enginn, svona í allri alvöru, ef við förum svona í ríkisreikningin, að við finnum ekki þarna spóslur sem að betur hefðu komið í vasa skattgreiðenda sjálfra heldur en hjá stofnunum eða starfsmönnum ríkisins. Þetta eru auðvitað þannig að við getum ekki tekið því sem gildusvari þegar við erum að ræða þessi skattamál, að það sé ekkert að hafa sem megi skera niður í kostnaði ríkisins. En nú hefur skatturinn verið valinn stofnun ársins árum saman, það er mikil starfsánægja þar og annað. Er þetta ekki kannski það sem þarf til þess að halda í öflugt og gott fólk eins og í öðrum fyrirtækjum? Með tillit til þess hvernig þróunin hefur verið hjá opinberum starfsmönnum undanfarin ár, þá held ég að þetta sé nú ekki stóra vandamálið. Það sem að laun, eins og hefur sýnt sig, opinberra starfsmanna, eru orðin betri í mörgu tilvikum heldur en almennu markaði. Starfstími, starfsskyldur og starfsréttindi eru betri heldur en á einkamarkaði. Ég þreytist seint á að benda á það að núverandi stjórnarflokkar eru allir hlynntir því að jafna réttindi og skyldur opinberra starfsmanna og starfsmanna á almenna markaðnum. Hvernig væri þá að byrja á því að jafna réttindin hvað varðar uppsagnir? Því að þar held ég að komi verulega til að við getum sparað mikið í opinberri rekstri með því einfaldlega að fela yfirmönnum og stjórnendastofnana á það vald að geta sagt upp starfsfólki. Ekki af því að starfsfólki sé slæmt heldur vegna þess að við vitum það vel að við ráðum ekki alltaf hæfasta fólki til starfans af því við þekkjum það ekki fyrirfram. Ég sjálfur er rekka fyrirtæki og auðvitað lendir maður í slíkum í gegnum ævina. En að geta ekki sagt upp starfsfólki
eru þetta eitur í beinu hvers stjórnanda upp á starfsánægju og bara framleiðni innan stofnunar. Þannig að við getum byrjað þarna, sko. Það var góð byrjun. Þið eru búin að kafa ofan í þessu gögn. Er úr og grúir af áhugaverðum gögnum af þessu tagi? Sjáu þið strax einhverja matarhólur sem að hægt væri að vaða í, kannski fyrir utan eins og þetta dæmi á skattinu sem að ég veit að þið tekið af algjöru handahófi. Fullkomni. Já, mér finnst það nú eiginlega að liggja í augum uppi bara. Þú veist að með kostnað sem fer alltaf upp, bara ár eftir ár, sko. En framleiðni niður. Það er enginn sem er að upplifa betri þjónustu núna heldur en fyrir bara 5 árum, 10 árum, sko. Ég eiginlega bara sama hvað það myndi taka fyrir. En síðan stendur til raunverulega að leggja árangusmælikvarða eða framleiðslumælikvarða á þessar upplýsingar líka. Því að það opinberar svolítið hvernig starfsemi ríkisins er að þróast, sko. Ef að kostnaður og starfsmannafjöldi fer bara upp, sko. En framleiðslu einingum fækkar, hvað sem það er, þú veist, sjúklingar, nemendur eða hvað, að þá opinberast þetta fyrir hinu venjulega skattgreiðanda út í bæ, sko. Landspítalinn hefur verið að innleiða framleiðslu hvetjandi eða framleiðslu tengt rekstrarlíkan en stjórnendur stofnunarinnar börðust á hæl og hnakka árum saman gegn því að það er innleitt. Svo var það innleitt að hluta og það skánaði nú strax svona ásýnd rekstursins. Já, hér kemur einmitt inn á áhugaverðarpunkt, sko. Það sem að við tökum eftir í rekstri hins opinbera er að það logar allt í einhverjum svona deilum og átökum. Og það er okkar mat eftir að hafa legið yfir þessu í þennan tíma að Alþingi hefur í raun og veru engin völd sko. Það hefur formleg völd, en það hefur enga stjórn á embættismannalæginu og þessum opinberu stjórnendum. Ráðherra eða þingflokkar koma engu í gegn nema einhverjir ráðuneyta starfsmenn og opinberu starfsmenn séu því sammála. Og þetta er mjög alvarlegt vandamál að mínu dómi, sko. Haldið að þingmenn muni nýta sér þetta, fá þeir aukna einsýn eða hafa þeir fullkomna yfirsýn bara inn í fjárlagavinnunni og inn í fjárlaganefndinni? Já, það er nú eitt. Að því við ætlum að bjóða bæði þingmönnum og blaðamönnum að kafa í þetta með okkur og kenna þeim svolítið á notkun. Þetta er ekki alveg sjálfgefið, hvernig unnið með þessi gögn. En þeir hafa jú komist að því, Róbert og Arnar, í gegnum sína vinnu, að jafnvel þingmenn með fyrirspurnir til ráðherra hafa fengið svör sem er bara ekki rétt. Það er að segja, gögnin sem að þeim framleitt eru til þeirra, það er bara ekki rétt. Ekki starfsmannakostnað í sumum tilvikum eða kostnað yfir höfuð. Starfsmannafjölda. Já. Einföldustu mál. Þannig að þetta er þá tæki og tól fyrir stjórnmálamennina og fjölmiðlamennina til að sannreyna þessar upplýsingar. Í sumum tilvikum getum við líka sagt eins og að fjárlögin, eins og bent hefur verið á, eru í rauninni einu lögin þar sem að þingmenn og ráðherrar geta virkilega stýrt málum. Því að en það er augljóst, ég tók eftir því einmitt núna þegar að Daði Már, fjármálaráðherra, kom með hugmyndir sínar inn í framtíðina sparnað og aðhald. Þetta var alveg ekta eitthvað sem kemur úr ráðuneytinu, nýr ráðherra sem matar og upplýsingum 107 milljarða króna sparnað 5 ár fram í tíman. Svo fer það að skoða í hverju sparnaðinu fólkin. Það er ekkert sem hendir á festandi, ekki neitt. Ég efast að þessi 25 milljarðar verða sparaðar eftir 5 ár sem að vera 2030. Þetta er gripið út úr loftinu. Er ekki alltaf nýverkefni sem að menn geta? Já, akkurat, og þegar það er hlægild að tala 107 milljarða krónar sparnað, þegar þú gerir samt ráð fyrir því að fjárlög hætti á hverju einasta ári. Í hverju er þá sparnaður fólki? Ein spurning bara til ykkar. Ég var viðstaddur blaðamannafundar sem þið kynntu drögin af fjárlögunum, frumvarpið sjálft. Við erum að tala rekstur upp á 1600 milljarða, það er 15 milljarða halli. Mér finnst þessir 15 milljarða halli aldrei minna á diet-kókið hér árið þar sem að það hefði bara 1 kaloría orðið eftir í drykknum. Af hverju er ekki hægt að finna þessa 15 milljarða til að skila þessu hreinlega á núll? Í 1600 milljörðum, sko. Þetta er í rauninni eins og að drekka vatn fyrir einhvern sem kæmi að þessu utanakomandi og skoðaði virkilega ríkisreksturinn, byggt á meðal annars þeim gögnum sem við höfum fyrir. Þá eru 15 milljarðar bara dropi í hafið.
eigum við ekki von á einhverju slíkum tillögum frá samtökum skattgreiðenda? Jú, á grundvelli þessara vinnu, þá næsta skrefið í vinnunni hjá okkur einmitt tillögur að niðurskurði byggt á þeim bestu gögnum sem eru fáanleg. Og til þess þurftum við að byrja þarna á þessum enda. Ég hvet fólk til að kynna sér þetta og við munum vísa fólki á slóðina auðvitað á mbl.is. Rétt í lokin, samtök skattgreiðenda, þú segir þau eru stofnuð 2013, voru kannski nokkuð óvirkum tíma en hafa verið að slá í klárinn. Og hvaða samtök eru þetta? Þetta er dettur í huga að stofna svona samtök. Af hverju er þetta ekki bara í Lions? Já, akkurat. En ég á mig nú langa sögu sko í aktivisma, því að aktivismi þarf ekki endilega að vera alltaf að koma hinum megin frá, þar að segja hjá vinstraliðinu. Já, þú ert hægri maður. Já, frekar. En fyrirmyndin sem ég kynntist töluvert, hún tekin erlendis frá, eins og margir góðir hlutir. Og ég kynnti mig sérstaklega starfsemi 2013 Taxpayers Alliance í Bretlandi sem eru gríðarlega sterk samtök og ákvað þá stofna þetta fór vel á stað en síðan tekur bara lífið við og vinnan þannig að þetta lá svolítið í láginni hríð en nú hef ég með mér virkilega öfluga og góða menn til þess að halda starfinu áfram og auðvitað er þetta hugsjónastarf, þetta er ekkert annað en leið er þetta líka mjög alvarlegt starf vegna þess að það er erfitt að horfa upp á það að skattgreiðendur láta af hendi rakna alltaf því 50% af sínum aflafé. Og í mörgum tilvikum hika ég bara ekki við að segja það, að það er gengið þessa peninga á skítugum skónum. Það er að segja að það er ekki tillit tekið til þess að þetta er aflafé fólksins í landinu og það á að fara vel með það. En nú tala stjórnvöldin í landinu oft eins og að þetta nú bara það hversu há hlutdeild ríkið ákveður að taka sér. Nánast eins og að ríkið eigi tekjurnar og heimilið svo að halda ykkur eftir. Það búið að snúa öll á hvolf. Það er að segja að það virðist vera að ég sé þræll ríkisins og að það sem að skilið eftir í mínu vasa sé gert af þeirra náð og miskun. Manni sýnist þeir oft sjá eftir þessum peningum. Já, akkurat. Já. Og enda líta nýjustu eða loforð þessa ríkisstjórnar var að skattleggja ekki venjulegt fólk. Nú, samsköttun hjóna byrjaði síðan. Það er bara ekki venjulegt fólk sem að verði fyrir því auðvitað. Síðan er það hækkuð bifreiðagjöld og kílómetragjald. Það er auðvitað ekkert venjulegt fólk sem keyrir bíl. Síðan er það orkuskattur. Það er auðvitað ekkert venjulegt fólk sem borgar rafmagn og hita. Þannig að má lengi telja, skattar á endanum eru alltaf teknir úr vasa einstaklinga. Og þessi blekkingaleikur með það að skattleggja fyrirtæki eða fjármagn er þannig, þetta er allt úr vasa einstaklinga. Að lokum. Í lok dags. Já. Ég óska ykkur góðs gengis með þetta og hvet fólk til að skoða þessa síðu. Ég get ímyndað mér að gögn úr þessum fína gagnagrunni verði okkur hér á vettvangi spursmála yrkisefni inn í framtíðina. Ja, ekki spurning. Róbert og Skafti, takk fyrir kærlega fyrir komuna. Takk. Við erum hins vegar ekki alveg hægt. Hingað er komin alla leið frá Vestmannaeyjum, Binni í vinnslustöðinni. Ég ætla að ræða við hann hér næstu mínúturnar alvarlega stöðu sem komin eru upp þar í sveitarfélaginu. Í kjölfar þess að fyrirtæki hans sagði upp 50 starfsmönnum á sviði fiskvinnslu. Fylgist þið með. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Nú getur þú prófað litinn áður en þú málar. Voilà! Prófaðu mitt rými á húsa.is, húsasmiðjan. Komið sælan í, hingað er komin Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson, Binni í vinnslustöðinni eins og hann er oftast kallaður. Hann ritaði grein á Vísi fyrir skömmu síðan þar sem hann fór yfir þá stöðu sem komin upp í Vestmannaeyjum, þar sem búið er að segja upp 50 starfsmönnum fiskvinnslufyrirtækisins Líó Seafood, það er fyrirtæki eigu vinnslustöðarinnar. Hann segir að það sé af völdum hækkandi veiðigjalda, en stjórnmálamennirnir, atvinnuvegaráðherrann, Hanna Katrín Friðriksson og Daði Már Kristófersson gefa lítið til þessar skýringar. Ég hefði auðvitað viljað ræða þetta við Daða Má en það er eitthvað högt á því að hann svari erindum hérðan. Við bíðum þess tíma þegar hann kemur hér og ræðir við okkur fjármál ríkis eins og margt fleira. En Sigurgeir er mættur hingað beinaleið frá Eyjum og við ætlum að reyna að varpa ljósi á þetta alvarlega mál. Blessaður og sæll. Blessaður. Takk fyrir að bjóða mér.
Já, við viljum eiga opinskátt samtal þessi málauðvitað og þetta eru stór tíðindi fyrir samfélagið í Eyjum. Heldur betur. Getur þú sett það í samhengi? Þetta eru 50 stöðugildi? Þetta eru 50 stöðugildi sem hérna eru í Vestmannaeyjum búa tæplega 5.000 manns. Allir atvinnumarkaðurinn þar sé ekki einhvers staðar 2.500 til 3.000 manns. Þannig að þetta er stórt hlutfall af vinnandi fólki í Vestmannaeyjum og þetta hefur þetta mikla þýðingu. Ég meina, beinar skatttekjur á síðasta ári af starfi þessa fólks voru einhverjum 122 milljónir sem eru þá til ríkis og sveitafélaga. Þannig að þær tekjur kom ekki og þetta er hluti af því sem kemur ekki til sveitafélagsins og mun þetta hafa áhrif þar og eðlilega hefur sveitafélagið eða bæjarstjórnin áhyggjur og ég fór í gær til bæjarráðs og var að fara yfir þetta með þeim og útskýra og svara þeirra spurningum og þeirra áhyggjum. Þannig að eðlilega hefur þetta áhrif í samfélaginu, eðlilega. Þú ert margreyndur rekstrarmaður, hefur haft 100 manna í vinnu gegnum tíðina. Það er á einhverjum tímapunkti fyrir skömmu síðan sem að þú tekur endalega ákvörðun að kalla þessa 50 starfsmenn fyrir þig og gera þeim grein fyrir því að þessu vinnusambandi ljúki innan tíðar. Á grunni hvers byggir slíka ákvörðun? Þetta er væntanlega ekki léttbært. Nei, guð minn góður, sko. Þetta er náttúrulega í fyrsta lagi þannig að í vor, eða í vetur var vinnslustöðin í stefnumótun. Og stefnumótunarfundurinn var í lok mars og þá ætluðum við að halda áfram þeirri vegferð sem við hefum verið á og bara byggja upp félagið, fjárfesta í tækjum og búnaði, fjárfesta í nýjum skipum og fleira, bara efla félagið. Nokkrum dögum seinna kemur þessi tilkynning, þessi blaðamannafundur sem Daði Már og Hanna Katrín halda og skella á þessum veiðigjöldum. Það fyrsta sem við gerum er náttúrulega bara að fara að reyna að skilja veiðigjöldin og sjá hvað þetta er og sjá hvað þetta er mikið fyrir vinnslustöðina. Við bara með öll okkar gögn, alla okkar þekkingu og alla okkar reiknigetu tekur okkur mánuð að vinna okkur í gegnum þetta og við áttum okkur á því í fyrsta lagi að allt sem er, allir útreikningar sem eru í frumvarpinu eru vitlausir. Rangar tölur? Já, sko, allir útreikningarnir og allt sem að baki liggur er rangt. Ég skrifaði grein makríninn og útskýrði það hvernig hann væri vitlaus. Það sé ekki fiskunum sjálfur, heldur útreikningarnir á honum. Ráðgáfu skepna. Já, en þannig er þetta að allt saman var vitlaust en við förum þá að vinna út úr þessu og sjáum að þetta þýðir 850 milljónir í aukin veiðigjöld, sem sagt hærri skatta sem að vinnslustöðin á að borga. Hvað hafið þið verið að borga til samanburðar? Sko, á síðasta ári eru þetta eitthvað tæpar 600 milljónir, þá var engin loðna inni. Þannig að sko, við erum auðvitað að hugsa þetta þannig að þessi loðna eða ekki loðna. Er þetta holt og bolt á tvöföldum? Þetta er rúmlega tvöföldun fyrir vinnslustöðina. Eins og við reiknaðum þetta í vor er þetta rúmlega tvöföldun af því að það er hærri álag þegar þetta er að fullu fram komið. Þetta er hærra álag á uppsjávarfiskinn, hærri veiðigjöld þar og minna á botnfiskinn og við erum í uppsjávarfiski. Þegar þetta liggur fyrir þá förum við að kynna þetta fyrir atvinnuveganefnd og stjórnmálamönnum og segja hvað þetta þýðir og við bara vorum alveg skýr með það, þetta þýddi það að við yrðum að selja eignir, við yrðum að ráðast í hagræðingar aðgerðir, við yrðum að hætta við allar okkar fjárfestingar sem að öll þessi fjárfestingar áform og það þarf ekki að fara eða mörgum orðum það þegar við keyptum Leo Seafood og Ós þá greiddum við háa fjárhæðir fyrir það og skuldsetning félagsins jókst og við bara þurfum að standa skil á okkar skuldum og það er okkar glíma og þegar við sjáum þessar 850 milljónir, þessar 850 milljónir jafngilda því að það sé tekin greiðslu geta út úr félaginu sem samsvarar afborgunum af 22 milljörðum. Og vinnslustöðin skulda 35 milljarða. 22 milljörðum, sko. Þannig þessar 850 milljónir getur þjónustu skuldir. Já, afborganir, ekki vexti. Já. Og þetta er mikið högg og við getum ekki setið bara og beðið, en auðvitað fylgdust við með og beðum eftir því hvernig niðurstaðan var hjá Alþingi, hvað kæmi úr. Þar komu einhverjar smá breytingar og ég eitti smá tíma í gær að undirbúa mig, en ég get sagt í það að minn grunur, þó að ég ætla ekki að staðfesta núna, en minn grunur er að frumvarpið eins og það var samþykkt sé verulega leyti fullt af villum líka. En ég ætla að gefa mig tíma og fara aðeins betur yfir það
og klára, en fyrir framan þessu stöndum við, og það sem sagt í lok þessa þings sem var talað málþóf, og bara talandi það að bara umfjöllun veiðigjaldið var þannig að þetta var alltaf talað málþóf, og ég tók sérstaklega eftir því með Ríkisútvarpið, þeir talaðu alltaf málþóf, þeir fóru aldrei inn í efnisatriði veiðigjaldsins, hvað þýddi það, hverjar afleiðingarnar væru, eða hvað gæti verið. Snerist bara form umræðunar inn í þinginu. Snerist bara umræðunar. Pólitíkina. Já, og þetta þetta bara sorglegt og ekki eðlilegt og ekki gott. Nú svo frumvarpið samþykkt og þá þurfum við að setjast niður og segja hvernig ætlum við að ná þessum, við náum aldrei öllum 850 milljónum. Við þurfum að grípa til aðgerða og aðgerðirnar eru þær og það, við setjumst niður það í júlí og svona miðjan ágúst þá rennur það upp fyrir okkur að það að loka Leo Seafood það sem að sparar okkur líklega mest og hraðvirkast og ég nefndi þarna það bil 400 milljónir. Og þetta hefur ýmis konar afleiðingar inn í reksturinn og þá það sá áfengi og við þurfum auðvitað að bregðast við með öðrum hætti og meira. En það eru 400 af 850. Já, sem að við spörum í þessu. En þá erum við bara, hafandi sagt það, þá erum við að taka með opnum augum ákvörðun sem að þessi sko. Þetta erum við að segja upp fólki sem þrælvant, með mikla þekkingu, gott starfsfólk, búið að vinna lengi, mjög breiður hópur starfsfólks. Bara hérna þekking, hérna tækjabúnaður og fleira sem að við eigum. Hérna fiskur eins og karfi, smáufsi, smáþorskur sem hefur farið þarna í gegn. Og við höfum verið að selja þetta inn á markaði Þýskaland, Frakkland, Ameríku. Við erum þá að yfirgefa þessa viðskiptavinni, við erum að yfirgefa markaðsvæði, við erum það verða færri fætur undir rekstri vinnslustöðvarinnar á eftir, við erum að taka áhættu inn í framtíðina og bara talandi það að taka ákvarðanir, þá það þannig að þegar við erum að reka fyrirtæki, þá þurfum við að taka ákvörðun inn í framtíðina og hugsa hvernig ætlum við að skipuleggja fyrirtækið. En nú hafði einmitt verið gagnrýnt fyrir það að vera að grípa til uppsagna hér áður en að veiðigjaldi skella, benda á það skell ekki á okkur fyrir áramóti. Já, en þetta er bara svo galin umræða og ég bara orða það öðruvísi líka sko. Þegar skipstjóri fer á sjó frá Vestmannaeyjum, þá tekur hann ákvörðun það hvort hann fer vestur fyrir land eða austur fyrir land á grundvelli veðurspár og af því hann horfir þá einhverja daga fram í tíman. Í dag af því að við eigum fyrirtæki niður í Portugal þar sem að þurrka fisk inn á hefðbundna portugalska markað, saltfisk, stóran saltfisk og það jólamarkaðurinn. Í dag erum við undirbúa næstu vertíð. Þá munum við veiða þennan fisk þegar stóri fiskurinn kemur til hrygningar við suðurströnd Íslands og vesturströndina. Sem hvenær? Sem svona frá því í lok janúar og til apríl. Þennan fisk ætlum við svo að verka og við ætlum að selja hann á jólunum sko, eftir rúmt ár. 2026. Já, þetta þetta undirbúningur og alveg eins og það sama núna með loðnuvertíðina. Núna vitum við ekki hvort það loðnuvertíð eða ekki. Við erum þetta í sambandi við alla okkar viðskiptavinni. Hvað ef það 100.000 tonn? Hvað ef það 200.000 tonn? Hvernig eigum við að gera þetta? Við undirbúum. Og það að halda því fram að veiðigjaldi taki gildi eftir ár, eftir nokkra mánuði, ég ætla bara að nota orðið heimska. Þetta er bara fólk sem hefur enga innsýn inn í rekstur. Þessi fiskur sem þú nefnir sem að þetta öfluga starfsfólk hefur verið að vinna hjá Leo Seafood. Hvað verður hann? Þið hljótið ætla að veiða þennan fisk áfram? Já, við erum með kvótann sko. Já, hvað verður fiski? Og það þannig að í stað þess, tökum bara sem karfa sem dæmi. Við tókum þá ákvörðun að setja upp karfavinnslu í Leo Seafood. Það var ekki karfavinnsla það. Tókum vélarnar sem við áttum til, færið þar upp yfir, settum heilmikla vinnu í að undirbúa það og fjárfestingu, alltaf þetta sé ekki einhvers staðar á bilinu 30-50 milljónir sem við færum þarna upp yfir. Og þannig þetta að við höfum uppistöðunum til selt karfa bara heilan á erlenda markað. Og reynt bara að vera þannig í því. Stundum gerist það. Hann þá full unnin einhvers staðar annar staðar? Hann þá flaggaður annar staðar og það eiginlega þannig að uppistaða af karfa sem veiddur á Íslandi fer á markað eða seldur beint út og svo það þannig að við erum auðvitað í sambandi við viðskiptavinina og viðskiptavinirnir átt að segja því hvað að gerast í Íslandi.
stundum er mikil karfaveiði. Og þá höfum við viljað hafa þann varnagla að þegar við vitum það að það er mikil karfaveiði, það er líkur á því að karfaverðið lækki, þá tökum við karfan og höfum unnið hann upp í Leo Seafood. Til þess að passa verðfallið, passa verðmætin og það að það verði meira verðmæti inn í þjóðarbú Íslendinga. Þannig. Núna munum við tapa þeirri stöðu. Þannig að við bara, þegar það er mikið magna karfa, þá bara sendum við hann út og verður bara fellur. Út úr þessu tapar Íslands þjóðarbú. Út úr þessu tapar vinnslustöðin og út úr þessu tapar viðskiptavinirnir okkar. Sko. Þannig að þetta er ekki góð ákvörðun þannig laga séð en með því að spara okkar kostnað, draga úr þessu öllu saman. Þessi fiskur, hann fer bara allir á markað. En svo er það eins og bara með þorsk, við munum salta eitthvað, við söltum í vinnslustöðinni, við munum salta eitthvað smærri fisk, við hefum aðalega verið inn á Portugalsmarkaði og það er fyrst og fremst stór fiskur sem þangað er og svo er smærri fiskurinn, hann hefur verið sprautusaltaður og er þegar á Spánarmarkaði, við erum ekki stór þar og hefum ekki kannski þá þekkingu sem það er. Og ufsinn sem við höfum aðalega verið að frysta og þessi ufsi fer þá inn á hótel- og veitingahúsa markað í Evrópu víðsvegar sko. Hann fer bara á markað núna uppistöðunum til og væntanlega mun þetta gerast, hafa þær afleiðingar að verðið á þessum tegundum, sérstaklega þá við ufsa og karfa, það mun lækka. Þannig að bæði fæst lægra verð fyrir vöruna og vinnslan sem hefur verið hér á landi. Já, verðmætisaukningin tapast. Virðisaukin. Þannig að þetta er eiginlega meira eins og hrávöru. Já, það verður bara það og þetta er auðvitað bara það sem að SFS var að lýsa svo vel í vor. Þetta er auðvitað við erum bara að fara úr þessari fiskvinnslu sem að við höfum verið að halda hérna uppi á Íslandi og glíma við og fara bara yfir í það að þetta fer bara meira og meira út. Þannig að við verðum bara hráefnis aflandi hérna á Íslandi og seljum þetta til erlendra aðila og þeir gera það sem þeir vilja. Og það er bara áhugavert líka að þegar fyrirtæki í Evrópu eða Póllandi, segjum bara eins og í Póllandi, verður að kaupa mikið af síld. Hún er aldrei seld sem íslensk síld. Þeir bara selja sitt vörumerki. Þannig að við erum þá að tapa líka því að vera inn á markaðnum og segja við erum með íslenska fisk sem er betri en annar. Og auðvitað gerist það bara smá saman þegar minni stjórn verður að gæð íslenska fiskjarins mun minnka, verðmætið mun lækka. Orðsporið tapast. Og ég meina það er fullt af fólki sem vinnur við markaðssetningu hérna á Íslandi, sölu, sem mun tapa vinnunni. Þannig að þetta mun hafa mjög víðtækar kerfis afleiðingar inn í Íslands samfélag. Meirihlutinn í þinginu hefur sagt að þið hafið einfaldlega verið að hóta stjórnmálanum og almenningi í landinu og sagt, ef að þið ætla að leggja okkur skatta þá munum við bara fara hér í eitthvað svona eyðileggingarstarf og flytja vinnslu úr landi. Stjórnarþingmenn hafa talað fyrir þeirri hugmynd að það verði bara sett vinslu skylda á ykkur. Að þið verði bara látnir fullvinna fiskinn hér, hvort sem ykkur líka betur þau verð. Er það kannski lausn í málinu? Líklega afleiðingar því að fiskverð myndi lækka mjög mikið til sjómanna. Af því að ef þú stoppar útflutning, ef þú ferð inn á fiskmarkað, íslenska fiskmarkað, þá er uppistaðan af fiskinum, af kaupendum af fiski, uppistaðan af kaupendum af fiski eru erlend fyrirtæki sem flytja beint út. Og þau eru þetta að halda upp í verði og það hefur áhrif. Leið og þú lokar á það, þá sitjum við hérna uppi og ég myndi kannski segja ekki eins hagkvæm fyrirtæki og aukinn kostnað en ég myndi halda það að í heildina hefði það þar áhrif líka að fiskverð myndi lækka. Ég er ekki viss að tekjurnar myndi aukast í það. Bara, það er alltaf þannig að þegar upp í staðið er að frelsið sem skiptir máli. Frelsi í viðskiptum, menn eru að leita leiða og þetta eru þannig að það eru einstaklingar sem finna leiðina, finna verðmætin og búa til mest úr þessu og fyrir okkur sem erum að búa í Íslandi. Í vor átti í orðaskiptu við Guðmund Ara Sigurjónsson sem er þingflokksformaður Samfylkingarinnar það hvort að þau hefðu látið vinna greiningu og hvort þau væru viss það að þessi auknu veiðigjöld myndu í lokdags skila meiri tekjum í ríkissjóð. Út af þessari umræðu minni fjárfestingu, minni hér heima fyrir. Hvernig, ef þú horfir yfir sviðið, ekki bara vinnslustöðuna, hefur þú trú á því að spá hans reynist rétt? Ég er ekki neinum einasta vafa að spá hans röng. Og þetta er í fyrsta lagi þannig að
Og ég held að við bara getum endurspegla þetta í sjálfum okkur með því að við erum hætt við það sem við ætluðum að gera, sem var þó eins og brýn þörf á, það var að endurnýja skipin okkar. Það þýðir betri aflameðferð, það þýðir betri aðbúnað og allt þetta og við náum þessu öllu saman upp. Þegar til lengdar lægtur, þá mun fjárfesting í sjávarútvegi í Íslandi draga saman. Skipin verða lakari af því að við höfum ekki efni á að endurnýja þau og það er bara stort áhyggjuefni og þetta eins og í fiskvinnslunni, við sitjum núna með nýtt fiskvinnsluhús sem kostar okkur það byrja 4 milljarða þegar upp í staðið og við erum að taka í notkun núna og gerðum það með þeirri gleði að við ætluðum að halda áfram fiskvinnslu og gera það sem gert hefði verið. Með þessa stjórn fyrir framan okkur þegar við tókum þá ákvörðun, þá hefðum við aldrei farið út í það. Heldur leyst þetta með öðrum hætti og líklega bara selt meira á markaði. Það er bara verið þessi einfalda leið sem hefði þá verið eðlilega í því. En þetta kom ykkur í opna skjöld, stjórnmálamennindi forsætisráðherrann hafði ekki talað með þeim hætti sem að hún síðar gerði eftir að þetta frumvarp var kynnt. Nei, ég meina það er ekkert, ég hef bara sagt það út allar jarðir og Kristrún Frostadóttir kom í heimsókn til okkar fyrir kosningarnar síðustu og satt svona bara á móti mér eins og þú núna og horfði í augun á mér og sagði, Binni, við ætlum að hækka veiðigjöldin en við ætlum að gera það á 10 árum. Og þetta sá hún og svo gerist þetta. Þessi bara skellt á í einu vetfangi og eins og ég að lýsa að öllu leyti, þetta er illa undirbúið, það er engin greiningavinna og ég að segja hérna, ég efist það að það sem að frumvarpið sjálft segir að það sé rétt. Og þetta eru ekki vinnubrögð. Þetta eru ekki vinnubrögð sem að nokkur manni sæmir. Í ríkisstjórninni er auðvitað hagfræðingur. Í ríkisstjórninni er hámenntaður hagfræðingur, það var Daði Már sem er auðvitað hagfræðingur. Í ríkisstjórninni er Kristrún Frostadóttir sem var hagfræðingur Kviku banka og í Arion og skrifaði meðal annars greiningar meðal annars sjávarútveg sem að maður bara skilur þegar þú lesta, þegar þú horfir á Daða Má áður hann var stjórnarmálameður, þá skilur hann og veist hvert hann var að fara. Hanna Katrín er held ég líka hagfræðingur en ég veit nú ekki hvar hún hefur unnið, ég þekki ekki það, en ég heldur að hann verið á Mogganum hérna einhver tíma. Hún var hjá Parlókis líka, þannig að hún hefur verið í einflutningi, Já, einhverju en þetta er þetta fólk sem hefur menntun reynslu á að hafa grunninn til þess að gera svona hluti vel. Það er einn sorglega niðurstaða að það er ekki þannig. En þau eru í pólitík. Samfylkingin hefur mikið stuðning, það verið gerða kannanir. Almenningur er bara fylgjandi þessu. Já, almenningur er fylgjandi þessu. Hvað, eru þið þá ekki bara í vonlausu stöðu? Jú, þetta er við ekki í góðri stöðu. Ég meina, ríkisstjórnin ræður, hún setur lögin og við erum að fara eftir þeim og núna í þessu tilfelli með veiðigjöldin, þá vitum við bara hvað þau munu kosta okkur. Við þurfum að bregðast við þurfum að borga skuldum okkar. Og þetta er fyrsta skrefið í þá átt sem við erum að gera og þannig er bara glíman hjá okkur. Við stöndum bara frammi fyrir því sem að pólitíkin ákveður. En menn hafa bent líka á að vinnslustöðin hefur hagnast. Þið hefur líka greitt milljarða út í arð. Menn segja, þeir hafa bara borð fyrir báru til að borga fyrir fiskinn í sjónum. Já, það er meina eitt af þessu sem að er rætt og ég er hagfræðingur sjálfur. Eitt af þessu sem er rætt er umframhagnaður. Þessu sem mikill umframhagnaður í greininni. Og þá í fyrsta lagi, af hverju þustu þá ekki menn inn í greinina og keyptu hlutabréf áður en að veiðigjöldin voru sett á. Ég meina það var fullt af fyrirtækjum hérna á markaði frá 1992 til 2007. Þá var engin viðskipti. Meiri hluti vinnslustöðvarinnar sem sagt var keyptur 2002 og þá er ég partur af því og það er fullt af öðru góðu fólki sem laði fram þá peninga. Og þá var sem sagt gengi félagsins bara ákveðið að markaðsverðið sem þá var, það var skráð. Við sem sagt kaupum og síðan er félagið tekið að markaði en við höfum alltaf látið reikna gengi félagsins á svokölluðu sjóðstreymisgrunni bara eins og önnur fyrirtæki á markaði af aðilum sem eru að greina önnur fyrirtæki. Og þetta er þannig að arðurinn sem hefur verið greiddur út, og ég ætla að fullyrða það hérna, þó ég get ekki sagt tölur það, ég ætla að fullyrða það, vinnslustöðin er það félag á Íslandi í sjávarútvegi sem hefur borgað mestan arð út. Og það var einfaldlega vegna þess að eigendurnir skuldsettu sig árið 2002 og þurftu á arði að halda þess að borga skuldunum. Ásetningurinn 2002 var að halda vinnslustöðin í Vestmannaeyjum. Arðurinn sem hefur verið greiddur frá 2002 til
ársins í ár samsvarar því að hann hafi verið það fyrir 4% á markaðsvirði hlutafjár á hverjum tíma. Ef þessir peningar hefðu verið lagðir inn í Seðlabankann og bara tekið ávöxtun grunnvaxta Seðlabankann sem eru ákveðnir bara með reglubundum hætti. Áhættulausir vextir, þá eru þeir 6,7%. Þetta er rúmlega helmingurinn af því sem að Seðlabankavextirnir eru. Það eru allur þessi ofsa arður sem greiddur hefur verið. En auðvitað er þannig að... Þú ert þá ekki góður í því sem þú ert að gera. Nei, það er alveg rétt athugasemd hjá þér, en þá ætlum ég að reyna að verja mig. Ekki reyna það. Jú, ég skal hérna, og það er þannig, og af því að við verðum að segja alla söguna eins og hún er. Og það að ég segi bara arðurinn í 4% er bara ekki rétt heldur, vegna þess að ég verð að segja hvað hefur gengi bréfanna hækkað. Hvert er það? Og þegar við horfum á það frá 2002, þá er samanlagður arður og verðhækkun hlutabréfa vinnslustöðvarinnar rétt ríðlega 11%. Það er ávöxtunin sem hlutabréfin hafa gefið á þessum tæplega 25 árum. Ef að menn síðan ætluðu að losa sig út. Já, ef að menn síðan ætluðu að losa sig út. En bara til samanburðar, það fólk, ég átti á þessum tíma þegar þetta átti ég enga peninga, tók nú eitthvað lán og setti inn í púkið og auðvitað þarf ég að standa skil á því og hérna. En ef að þeir sem lögðu fram peninga á þessum tíma, 2002, hefðu nú farið og keypt sér íbúðir bara víðsvegar á landið og hérna látið þær bara standa, ekki verið með neina leigjendur inn í því, bara litið til vísitöluverðsins, þá er þetta þá er ávöxtunin sú af íbúðaverði bara rétt tæplega 9%, 8,1%, ég man ekki nákvæmlega töluna. En þá eftir að segja, þeir sem þetta gerðu, þeir hefðu getað leigt húsin á sama tíma og líklega væri þá ávöxtunin hærri heldur en vinnslustöðin. Og þá getur þú spurt mig líka, hvað ert þú að gera? Ertu að standa þig vel? Og hérna, auðvitað ger ég það, ég er nú ekki klára það útreikninga, ég er að skoða sem sagt íslenskan sjávarútveg og samanburð vinnslustöðvarinnar við íslenskan sjávarútveg frá árinu 2002 og við erum svona einhvers staðar í því bara á svipuðu róli, en þá veit ég ekki hvað önnur fyrirtæki hafa greitt sér út í arð, þannig að ég get ekki alveg fullyrt að hérna, en við erum bara svona nokkuð veginn í línu við sjávarútveginn í heild. Ertu þá að segja að það sé ekki umframhagnaður í grein? Það er engin umframhagnaður og hefur aldrei verið. Það hefur enginn sett sér niður og reiknað það út. Hann er ekki til. En menn vísa í, Kristrún hefur nú talað fjölskylduna 5, þetta er ofboðslega vel efnað fólk, moldríkt ríkasta fólk Íslands. Já, þetta er bara, það hafa ýmsir aðilar í sjávarútvegi hagnast og ég las nú grein eða viðtal við Daða Má Kristófersson. Og þar segir Daði Már, sem er alveg hárrétt hjá honum, að það að einn maður sé snjallar en annar er ekki auðlindahagnaður. Það er ekki andlag umframhagnaðar eða þess. Innan greinarinnar eru bara menn sem hafa gert betur en aðrir og einn af þeim er bara Þorsteinn Már. Ég meina, hann hefur bara gert betur en allir hinir og auðvitað hefur bara fagnað því. Það hefur gert sjávarútveginn betri. Við, bara eins og í allri keppni, við þurfum að elta hann og reyna að láta hann ekki valtra yfir okkur. Það er okkar glíma. En bara talandi fjölskyldunar 4-5 bara segja það, hluthafar vinnslustöðvarinnar eru 220. Langstæsti hópurinn eru bara fjölskyldur og venjulegt fólk í Eyjum. Fólk sem hefur sameinast, lagt sinn atvinnurekstur inn, stendur að baki fyrirtækinu og það eru fjölskyldunar sem eru að baki vinnslustöðinni. Þetta er bara fólk sem ætlar að hafa fyrirtæki í Vestmannaeyjum, byggja það upp, það skilur rekstur og veit það að hagnaður skiptur öllu máli til þess að byggja fyrirtækið upp. Við þurfum að fá þetta sannreynt hjá Daða Má því að hann hefur nú verið að koma skilgreiningar á því hvað sé venjulegt fólk og ekki út frá samsköttun hjón og slíkt. Þetta vissum að þetta sé venjulegt fólk. Ég hef ekki hitt margt slíkt fólk í Eyjum. Nei, en auðvitað bara, já, svona er þetta og auðvitað bara spyrir Daða Má að því. Kemur til greina að vinnslustöðin fara á markað? Nú hafa stór skref verið stigin að því tagi með Ísfélagi í Vestmannaeyjum, síldarvinnslu og annað og menn töldu að það væri kannski leið til sáttar við þjóðina þessa mikilvæga atvinnugrein. Ég er ekki viss
Við sjáum allavega það að þessi fyrirtæki sem fóru á markað leiddu ekki til sáttar við þjóðina og það auðvitað að vinnslustöðin fara á markað, það ekki á stefnuskrá okkar í augnablikinu en vissulega bara verðum við að skoða það hverju sinni og taka ákvörðun það og það ég ætla ekki að útiloka heldur að vinnslustöðin fóru á markað. Við vitum ekkert hvernig svona framtíðin þróast. Fyrsta hugsun okkar núna bara hvernig komumst við í gegnum veiðigjöldin. Hvernig komumst við í gegnum tímabil sem væntanlega til 3 ára ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Og það það sem verkefnið og við þurfum að borga skuldir okkar og við munum ekki fjárfesta, við munum ekki vera með nýjungar í Vestmannaeyjum til þess að efla atvinnulífið þar af því að við bara höfum ekki þá getu til þess. Ertu að halda þig fram að þessar breytingar hafi ógnað rekstrargrundvelli fyrirtækisins? Ég meina ef þið hefðu ekki gripið til þessar hagræðingaraðgerða, hefði þetta endað bara með ósköpum? Ég myndi nú ekki segja það sko. Bara ef við hefðum ekki brugðist við að þá við hefðum þurft að skera niður á öðrum sviðum og það líka sko, ef þú bregst ekki við bara strax, þá lætur fyrirtæki sko fljóta sofandi af feigðarósi. Við bara verðum það, gera það og við þekkjum það og ég þekki það sjálfur frá því árið 1999 þegar ég tók við sem framkvæmdastjóri, þá var vinnslustöðin í miklum erfiðleikum sjálf. Það blasti við mér sem og öllum öðrum sem höfðu vit á fjármálum að reka fyrirtækið í óbreyttri mynd á þeim tíma hefði þýtt það að fyrirtækið yrði gjaldþrota. Við urðum þá að taka erfiðar ákvarðanir, þá störfuðu 320 manns í fyrirtækinu. Í lok maí, þá sögðum við upp 170, við sögðum upp 100 í Vestmannaeyjum og 70 í Þorlákshöfn. Og það mættu 150 í vinnuna það haustið. Þá skárum við niður allan kostnað eins og hægt var og við byrjuðum bara á hreinu borði frá nýjum grunni. Frá þeim tíma hefur vinnslustöðin verið rekin með ágætum hagnaði og til þess að setja þetta í samhengi, þessir 150 mann sem þá voru í Vestmannaeyjum, núna fyrir þessar uppsögnir störfuðu 330 manns í Vestmannaeyjum. Og auðvitað bara öflugt félag byggt upp í samfélagi eins og Vestmannaeyjur þýðir það að við erum að fjölga starfsfólki og það líka bara, það má ekki heldur gleyma því að eitt af því sem við höfum gert, við höfum tekið til okkar sölu og alla umsýslu með sölu sem þýðir það að menntafólk hefur líka komið heim. Við erum með viðskiptafræðinga og alls konar menntafólk sem hefur komið tilbaka. Það þetta grunnurinn að því að hafa sterkt og öflugt samfélag og síðan gerist þetta sem náttúrulega áhugavert og gott það að við kaupum Leo Seafood og Ós af fjölskyldu Sigurjóns Óskarssonar. Þeir nota alla sína peninga, fara í áhætturekstur sem laxeldi. Fjárfesta í óskyldum rekstri. Fjárfesta í óskyldum rekstri sem gríðarlega gott fyrir Vestmannaeyjar. Laxey. Já, Laxey. Fyrir þjóðinni alla og hver hefur tapað á þessu? Við auðvitað sitjum upp með skuldirnar, við þurfum að leysa vandan og við gerum það og ég hef engar áhyggjur. Ég sit á móti þér og þeir sem að horfa, þeir geta bara hlustað á mig segja vinnslustöðin mun komast í gegnum þetta. Við erum sko miklu sterkar og öflugra fyrirtæki heldur en við vorum 1999. En þú hefðu viljað hafa þetta öðruvísi? Að sjálfsögðu hefði viljað hafa þetta þannig eins og við vorum að stefna að í vor og ég nefndi í upphafi. Það sem við ætlum að gera í vor var það að halda áfram í þeim hugmyndum sem við vorum með að endurnýja fyrirtækið, byggja upp skipaflotan og koma og nútímavæða það öllum til heilla, ekki bara hluthöfum vinnslustöðvarnar, heldur starfsfólkinu, Vestmannaeyingum, þjónustuaðilunum og þegar uppi staðið búa til meiri verðmæti fyrir þjóðina. En nú verkefnið að tróða marvaðan til 2028? Já, og vona að eitthvað gerist þá í síðasta lagi en helst eitthvað fyrir. Það verður fróðlegt að fylgjast með þessu gangi ykkur vel í atvinnu uppbyggingunni og atvinnu starfseminni í Eyjum. Ég þekki það af eigin reynslu að hún skiptir máli fyrir land og þjóð. Takk hérlega. Við þakkum Binna í vinnslustöðinni fyrir þetta samtal þetta alvarlega og stóra mál sem við höfum reyndar rætt frá ýmsum hliðum hér á síðustu vikum og mánuðum. Mér segir svo hugur að þú umræða sé ekki á bak og burt. Við þurfum að fylgjast með því hvaða áhrif þessi veiðigjaldahækkun hefur á samfélagið á komandi ári.
Ég hins vegar þakka ykkur fyrir samveruna þennan ágæta föstudaginn. Ég minni ykkur á Mokka appið sem að þið eigið að hlaða niður á símann ykkar til þess að fylgjast með allri fréttavinnslunni hér frá miðlum Árvakurs. Og svo minni ég ennfremur á bókina Hagfræði hnotskurn. Hún skiptir máli fyrir okkur til þess að skilja betur gangverk hagkerfisins. Það er bók mánaðarins í bókaklúbbi Spursmála. Þann 24. september ætla ég svo að setjast niður með Ásdísi Kristjánsdóttur, hagfræðingi, og fara yfir stöðuna með henni á vinnustofu Kjarvals og félagar í bókaklúbbnum munum fá boða þann ágæta viðburð. Góða helgi.